Get líka gert svona. Fullkomið. Lóu parið lukka vel á heiðinni og veit það. Vape the nation. Ég veiti þorsk. Veitirðu þorsk? Það ekkert sjúklega margir sem nennar hlusta á hana þátt en þeir sem að gera það, þeir gera það á eigin ábyrgð. Gerir þér áfyrir? Langar að sjá hann eða? Nei. Nice. Þetta gott maður. Þetta svona velkomin í partí klukkutíman á Bylgjunni á FM. Bylgjan FM myndi aldrei spila þetta. Á YouTube. Velkomin í partí klukkutíman á YouTube. Ó já, uppáhaldstátturinn ykkar beint heim að dyrum. Já. Í eyrun á ykkur. Beint í Yfir andlitið á ykkur. Þannig að drýpur niður af nefinu ykkar. Sjuttlaði í eyrun. Sutla í eyrun. munið að jartengja eyrnalokkan ykkar því að þetta er svakalegu þáttur. Hvað út á stöðinu? Já, Já. þeir sem eru með eyrnalokka. Það er gaman, ég er báðum áttu með þessar sunnudags recordings. Það er öðruvísi tilfinning í þáttunum. Já, Finnst mér. ég er heldur ferskur samt. Pilkviti ferskur. Síðasti vinnudagurinn hjá þér svona. Já, síðasta nóttin í nótt sko. Já. Og svo kemur í ljós hvað tekur við, strákum minn. Það er mjög dramatískt. Það? Síðasta nóttin í nótt. Síðasta nóttin í þessu til lífverðni. Fáðu nokkuð stræk á okkur fyrir þessa tónlist. Ekki að við tölum yfir hana, skilur. Ná, ok. Það, ég fann glits í kerfinu. Þetta er Tótó. Já. Af því að, þú veist, það er enginn að horfa á öll vídjón sem eru með tónlist í, skilur en þeir eru með svona sniffera. Já, sem sagt, þeir Svipað eru eins og bara svona róbota sem... Soundhound. Já, Soundhound. Munið þegar Soundhound kom fyrst. Nei. Það var alveg bylting. Groundbreaking. Það var bylting. Soundhound? Veistu hvað þetta er? Þetta var app í, þú veist, gömlu Eriksson símónum. Já, meinar? Já, og þú gast bara lallað eitthvað lag. La. Já, jú, ég man eftir því. Ef þú ert alveg viltur og getur sett þetta upp í, hérna, útvarpið þitt. Og getur verið eitthvað að byrja, hvað er lagið sem er svona... Og þá verður svona fer hann að leita að þig. Jú, ég man rómaði hvað. Og í svona 90% tilfellum ert þú já, maður. Vá, besta app ever. En talað þá tilfinninga og hvað er þetta? Já. Þá lendi ég því á föstudaginn að Daniel Andri vinur minn kom í heimsókn og vorum að tala eitthvað saman. Og svo kemur Deli eitthvað að skoða snapp og byrjar að skoða Binna Glee. Binna Glee, það er samkynniður strákur á Akureyri sem er vinsæll í snappheiminum. Já. Hann er snappari. Hann er snappari. En það er ekki tegunda fisk. Snapper. Alright. En allavega hann já, þetta er alveg svo strákur sem var á Skaganum. Oh my god. Og fór að leita og gátum ekki hætt fyrir fundum hann. Já, ok. Og svo eftir 40 mínútur svona, veistu, við erum bara að leita sko. Ég heit Patrik og Patti eitthvað. Er mjög mikið af ef við myndum fara í Google search history hjá þér, var það ekki snakka hana Akranes skæin, hommi skæin, Patrikur, Patti, eitthvað þannig dæmi. Nei, ég pröfum að skrifa skæin hommi. Nei, fyrir ekki, ég pröfum Patrik og hommi. Hvað heitir hann hommi? En það var eins og sko, það var mikið mál út af strák sem heitir Patrikur og er samkynniður á Skaganum. Já, alveg rétt. En það finna var að strákurinn heitir ekki Patrikur. Þetta er allt öðru nafni. Hver er þá Patrikur? Það er annar strákur, annar homma á Skaganum. Ok. Þannig það var bara svona tilvílunarkennt að þið voru að leita á homma sem hét Patrikur, eða sem hét ekki Patrikur en þið held hann hét Patrikur því að það var annar hommi sem hét Patrikur. Já, Deli held að það væri sko, hann héti Patrikur, hann kom Dani bara, já, Patti, já, leitum á honum. Svo svona myndi, er þetta? Nei. Svo leitum við og skoðum alla Patrika á Skaganum og það var enginn af þeim. Hvað var tilgangur með þessu? Að vera með á snappi eða? Nei, hún fannst þessi strákur sem við vorum leitað mjög líkur Binna Glee. Það var allt bara einn misskilningur. Þetta var svo mikil misskilningur. Já. Vá. Og það var bara stólkerinn í gang sko. Og þökk sé internetinu og Facebook alltaf, þá er aldrei verið auðvelt að stólkara fólk. Það er hins vegar eitt liður sem að fólk gleymir alltaf að nota. Já.is. Veistu það, já, veistu
Já, Atvinnir stólkar hérna sko já hefur hjálpað mér í mjög mörgum tilfellum Bara bæði í leik og starfi. Og eru þið með rauða hérna krossin á já? Nei, Ég er að tjekka það, ég hérna Hvað er það? Þá eru ekki hérna sölumenni eða eitthvað svona plebbar að ringi þig. Já, Nei, mér er samt svo gaman að þeir ringja og ég segja nei Ég er nefnilega svo, ég get það ekki sko. Það er oft eitthvað fólk að ringja mig og spyrja hvort ég vilji hérna gefa pening til góðgerðarmál og ég segi nei. Já. Já, veist þegar það ringt, viltu leggja peningna? Nei, ég á ekki pening fyrir sjálf mig Ok, en þú íhugaðir þetta? Nei, fólki eru oftast mjög kurteist. Bjarni Freyr Björgvinsson, öryggisvörður. Ég er með rauðan kross, samt er alltaf verið að ringja mig frá Gallup. Gallup er ekki að Gallup er ekki að selja neitt. Þeir eru að trufla mig samt. Já, en það er ekki sölufólk Nei, reyndar ekki. Hvað er titillin minn á já.is ef ég er með titil? Ég má leita Þú þarft að setja inn titill sjálfur. Það, má ég setja inn hvað sem Ekki á ensku. Okay. Ég reyndi eins að setja inn transporti þegar ég vann hjá postinum. Það er hérna Það er hvað, Jedi Master Jedi Meistari. Þú mátt það? Ég held að það sé í hérna á já.is. Hvað? Og Ninja Meistari, já, það er kannski ekki hægt að leita. Jú, Jedi meistari. Jó. Alexander Feykir Heiðarsson er Jedi meistari. Jedi Egil Lind er ekki hjá.is. Það er fullt af fólki Jedi meistari hérna. Af því ég heiti ekki Egil Lind. Vá. Ég heiti Egil Hansson. Grunnskólakennari og Jedi meistari. Nörd, spunaspillar og Jedi meistari. Þú ert bara Þetta segir maður á íslensku. Já. Jedi meistari. Meistari. Jedi Er Ninja? Ninja. Ok, við erum hérna, núna fólk erum sem við heitir hérna, Ninja við erum að leita, við erum að segja, ok, við þurfum með eitthvað verkefni og við þurfum að ráða Ninju. Ninja og ofumenni. Það er actually Hver Ninja er actually nafn. Já, það er nafn. En við erum að leita í hérna atvinnu, sem sagt. Það kemur sem sagt bara Ninja ofumenni, Ninja Jedi-meistari Hænukvíslari og Ninja. Hænukvíslari og Við þurfum að hringja Ninja, í það er manneskinn sem við þurfum. Það er hérna eins og var Ninja skjálbaka Og og Ninja galdramæður Hænukvíslari og Ninja. við þurfum definitely að hringja í eitthvað fólki og þú veist, og byggðum sem þetta, herðu, mér vantar Ninju og við vorum að skoða hérna í já.is og samkvæmt því þá hérna, ert þú með starfsætið. Þannig að hvað tekur þú fyrir tíman og getur þú hérna læðist húsþök nóttina og megum við borgaði svart. Megum við borgaði í ósannlegum peningum. Það er Ninja, skilur við. Kvimigur. Þetta er svo góð hugmynd. Leiðu fáum síman í samband. Bara þú veist, hringja í fólk með svona titla. Hva? Wow. Nei, hörru, við verðum að plugga þessu, bókstaflega. Bjarga þessu. Hvað gerist ef hann verður batterislaus? Þá slekkur hann á sig, kveikir hann aftur. Já, við getum ekki gert það við Samma. Nei. Sammi er bara vélmenni. Nei, er það Sammi? Já. Okkur sagði mér ekki frá því. Ástæðan fyrir að hann er alltaf í svona ástandi er að því að hann er ekki að taka lyfin sem hérna Lyfin sem hérna sem basically að því að sem sagt your implantations, þú veist alltaf svona vélmennadótið, það er, þú veist, það rejectar sem sagt líkaminn er rejecta því og sem sagt það er alltaf að reyna svona að skríða út þér, líkaminn svona íta út, þú veist, svona hlutunum svona your robot legs og þannig, skilur? Nei. Er það ekki copyright á þér? Jú. Hugsaðu í framtíðin, eða þú væri með svona vélhendi og það er eitthvað svona fyrirtæki sem engar eitt að þau og að þú borgar ekki, þú veist, svona málega gjöldin þá bara slekkur hendina á sér. Já, ég horfði á hérna, reyndar ekki vélmennamyndi. Bollywood eða? Nei, ég slefti því, ég horfði reyndar ógeðslega lélega hérna hryllingsmynd innan gæðsalapa á Netflix. Bollywood? Og nei, hún heitir The Black Room og er svona Svart herbyggi. Nei, svona klám hérna fengin djöfur. Hvað heitir það? Incubus. Succubus. Succubus er annað. Er þetta sem sagt svona demon sem sedúsar fólk? Já. Það er Succubus. Succubus, ok, þetta sökkaði allavega mikið. Þetta sökkaði, þessi mynd. Alright. Ég mæli ekki með henni. Getur þú identifæð hvað sökkaði hérna? Eða var það bara svona ný? Hún var bara, þú veist, Hún var bara svona meh. það var illa farið með góða hugmynd, segjum það bara. Þetta er svona ógeðslega svona illa leikið og bara ekkert. Það er leiðilegt þegar maður sér svona þegar, ef þetta er bara svona meh, þú veist, frekar, það er miklu skemmtilega að horfa á slæma mynd sem er svona stórkostlega slæm sem er bara what? Þú veist, hvað er fólk að hugsa? Og þá, þú veist, þá gaman að pæla í, þú veist, í hvernig ástandi þarf maður að vera til að segja
þetta er cool. Já, Af því þú veist, oftast ef við búum eitthvað til sem okkur finnst vera ekki nógu gott, þá þú veist, sem sagt, ok, við hendum þessu bara. Af því þú veist, við áttum okkur á því, ok, þetta er bara ekki nógu gott. En þú veist, það er eitthvað fólk sem svona sér ekki það. Nei, það er nákvæmlega þannig. Og hvað gerir maður, þú veist, maður er búinn að gera halva bíómynd og sér, ok, guðmið góður, þetta sökkar, ég er búinn að fá allar hérna styrkina og hvað gerir við það? Við verðum bara að klára þessa helst mynd. Já. Ok, já, flegum henni bara út og sjáum hvað gerist. Og þá er henni Svona eins og þessi þáttur. Þá eru tveir möguleikar. Þú getur annarkvort verið bara ok, ég ætla að klára myndina. Eða bara svona, alright, fuck it, ég ætla bara að reyna að gera þetta eins bara vel og ég get. Hversu margir hafa ætlað að byrja alvarlega Svo í miðjunni sjá þið bara, ok, ég verð að fara með þetta aðra átt. Það er enginn að fara að taka þetta alvarlega. Nei, þetta er ekki eins cool og ég ímyndaði mér það. Það er svo vond að hérna líka maður ræður leikara, þeir standa sér við leikpröfunni, svo er þið bara ömulegir skilur í gegnum myndina. Og talandi það var í hérna Back to the Future. Ég hef kannski átt að hérna, ég man ekki hvað hann heitir. Vissu þið að hérna Marty McFly var hérna, það er hann hérna Michael J. Fox sem gerði þessa mynd bara því sem hún er fyrir utan Christopher Lloyd sko. Frábær leikari, mjög góður sem hérna bara, hann er svona bestur í að vera ekki svona likeable karakter. Já, algjörlega. Og hérna það var annar maður sem átti að leika hérna Marty McFly og ég reyna að finna hvað hann heitir því að hann var svo, ég held að hann sé Óskarsverðuleikari eða eitthvað. Þetta er líka svo gott tema. Þetta er æðislega. Þetta er svo mikið svona adventure. The Libyans. Ég veit ekki hvort ég kannast í hann. Back to the Future, ég er að googla hérna meðan við erum að hvað er hérna uppáhalds frasanir ykkar úr þessari mynd? You have to go 88 miles. Nei, mér veist uppáhaldið mitt er hérna í sem sagt að þegar þetta gerist í gegnum alla myndanar er hérna Marty segir alltaf hérna that's heavy og Doc segir hérna Great Scott Great Scott Marty og svo í hérna í þriðju myndinni þá sem sagt flippast það og þá segir hérna Marty Great Scott, yeah, no, this is heavy Marty. Ég veit ekki, það er bara svo gott svona að því að það er alltaf svona callbacks í gegnum alla myndinar og það er hérna mjög gaman. Það var einhver þættir sem vorum að tala um hvað væri uppáhaldsmyndin. Ég held að þetta Back to the Future 1 og 2 séu myndir sem ég hef hort mest á. Já, definitely. Já. Og þannig að ég held að þetta sé svona mínu uppáhalds. Það er líka hann besti hérna villain Biff, af því hann er líka svo skemmtilegur karakter, af því hann er ekki, þú veist, eitthvað svona, þú veist, í get svona evil scheming, hann er bara svona douchebag og hann er svona svo skemmtilegur douchebag. Why did you make like a tree and get out of here? Og svo ekki, it's leave, you sound like a moron. Og hann gamall, hann að skamma ungan sig. Roads? Where we're going, we don't need roads. Yeah, gott stuff. Ógeðslega gott. Ég man ekki hvað hann heitir hérna sem að var rekinn, en þið getið flettið upp. Þú er kannski átt, veistu hver er það? Ég get ekki talað og googlaði leiðinni, ég get bara Ég skal googla, þetta er alveg sem að átti að vera hann átti að vera, en hann var ekki nógu góður fyrir myndina. Sem átti að vera Marty McFly. Er þetta ekki hérna, er ekki Rick and Morty, Ríkarður og Martin að hérna? En hefur ekki séð upprænlegu sem sagt teiknumyndina? Jú, sem að einhver gerði það. Nei, sem hérna Dan, sem hérna Justin Roiland gerði, hverjum sem voice actor hérna Rick and Morty. Já. Sem sagt hann upprænlega þegar hann og Dan Harmon voru bara að vinna saman að gera svona stuttar YouTube myndir. Þá gerði hann sem sagt svona basically svona grín útgáfa Back to the Future sem er, þú veist, byrjunin á, þú veist, Rick and Morty. Hann er alltaf að fá hann til þess að reyna að sjóa sér eistun. Það er svona þú verður, já, þetta var einmitt þannig svona flugdreikinn er fastur í trénu, en það var ekki upprunalega Michael J. Fox, það var Eric Stoltz. Byrju. Já, þið átt að kannast við hann. Ég kannast svo mikið við þetta nafn. Hann er fræguleikari. Já, jú. Hann hérna Eric Stoltz. Hann var í Pulp Fiction, Mask, Some Kind of Wonderful, Anaconda. Mask hérna 1985 sem að
sem að ég man ekki hvort það hafi verið eitthvað spes Með Jim Carrey Er hann ekki nei ég held að sé meiri svona þáttalegari heldur en Já, hann er meiri TV-sjón heldur en Já, myndum En já. hefur samt verið í góðum myndum Já, hann er svona þekktur Heyrðu, ég er að tala í hérna mæki minn Já. Góða Ég komst að því hvað var vandamálið Ok. Ég náttúrulega eins og maður gerir skilur og googla maður og reyna að komast að því þægilegt að búa á þessum tímum þess að maður getur bara að googla Ok hann er svona óhreinn það er membra inni sem að er að skynja hljóðu skilur og í rauninni, já Svo skynja titringin og Já. tekur við Já, tekum við titringum Þetta er mjög fín filma ef ég anda á hana þá byrjar þetta að koma þannig að ég var alltaf að tala beint í hann og frussa og spýta mat og monster á þetta og þá byrjar þetta svona að surga svo þarf þetta tíma til kannski ég tók hettuna af þínum mæk Ég mælum að setja pottin bara aftur á það er svona kannski hljóma Nú get ég frussað að gefa upp mikið Já, þú getur frussa tvöfaldur popfilter þetta er keppni En samt ég voru að tala um hérna myndir sem að voru það slæmar að eru bara góðar að bara farið bara ok fuck it góðum bara Já, let's go all out Já, hérna er ég komið lista yfir 25 og það er nokkar hérna eins og Roadhouse frá 1989 Ég man ekki eftir henni Ekki heldur og svo er önnur hérna maður sjá Er eitthvað myndir annað sem þú kannast við? Eitthvað sem við getum kannast við? Það er svo einn skemmtileg sem að mér langar eiginlega að horfa á Terror of Tiny Town Er þetta dverga? Það eru dvergakúriga Oh my Þetta er gömulmynd, frá hvað ára er hún? Hún er frá 1938 Wow Allt frá þessum tíma finnst mér skemmtilegt Ég fæði svona skemmtilega tilfinningu í mallagoti minn Svo líka hérna aðeins nær okkur, það er 2004 Það er Shark Attack 3 Já Bara Shark Attack Shark Attack 3 Megatron Shark Attack. Hvað hefur? Trolls 2 Megalodon Trolls Er það ekki hérna Shark Attack 2 Megalodon Megalodon, jú Já Batman and Robin They're eating her Það er Troll 1 Já, það er Troll 1, já Minnur að Troll 2 hefur ekkert með Troll 1 að gera Þeir bara settu nafnið á út af brand recognition En svo er önnur hérna sem að mér líst svolítið vel á allavega myndina Það er hérna Battlefield Earth Ó nei Sem er 3%. Það er skelvileg Mér langar svo að horfa á Það er hann að myndið þegar með hann John Travolta er svona með dreadlock gemera Já, ég er Og öll skotin í þessari mynd eru tekið á svona hlið á svona 30% angle Ó, Það er ég er ekkert pirrandi. Þú veist það er bara öll atrið þú veist þegar eru eitthvað að tala saman þá er það á þú veist svona angle En ógeðslega pirrandi Yes Og þessi mynd með ekkert hún gæti verið alveg þú veist það slæma hún er fyndin en Verður þetta svona köld kannski eftir svona köldmynd? Ég veit það, veit ekki hvort hún sé nógu slæm Nei, ok En það er að definitely, þú veist, það er atriði í henni sem maður er bara og þú veist, það eru ykkur fræði leikarar í henni þannig að maður er bara svona Plan 9 From Outer Space Ég horfði á þessa mynd Það er classic Hún er mjög góð mynd Já. Það er mjög góð mynd Og það er maður sem að ég man ekki hvað hann Ed heitir Ed Wood. Stendur hvað hann heitir hérna leikstjórinn Já, Ed Wood Hann er ekki Ed Wood Jú, Nei, hann Jú. er með eitthvað skrítinafn Ed Wood Edward Heitir hann J. Ed Wood? Hann heitir ekki með Edward veit- Jr. Ég veit alveg hvað ég er að tala um Hefur þið séð Plan 9 eða? Já Mér finnst hún Horfum góð. einhvern tíma- Já, en þú veist, hún er ótrúlega charming myndi ég að segja Já En þetta er samt, þú veist, svona inn að B-mynd gera tíma En þú veist, sagan í kringum Ed Wood er miklu meira interesting Af því þú veist, hann var eitthvað klæðskiptingur á þessum tíma Og Er ég að ruggla þá? þú ert örgulega ruggla The Rollerblade 7 fyrir ekki Rollerblade 7 Rollerblade 7 Af því ég fann app hérna í Google Store sem að er með svona kvöldmyndum fríar kvöldmyndir, þetta virkar eins og Netflix skilur Já. en eru bara gamlar myndir sem að kannski, þú veist, allar með hérna Shark myndirnar eru þarna Sharknado. Sharknado og hvað heitir þarna köngulómyndin Ragnarfót, allt svona eitthvað Er hérna gamalt shit, sko. Eight-legged freaks Eight-legged freaks er þarna Það er langt síðan ég sé svo er eitthvað íslensk mynd þarna inni líka ég man ekki hvort það sé Icelandic Whale Watching Massacre Það Já, það er fucking ég held að hún sé léleg þarna. mynd Það er fucking léleg hún var ekki góð Hún var mjög léleg en ég man ekki hvað það heitir þetta ágæta forrit ég skal kannski Tubi TV, það getur verið það Tubi Tubi TV Tubi TV heyrðu, Ákveður við ekki búið til B-mynd við höfum gert B-mynd Við? Command & Conquer og B-mynd Já, það var ekki við Já, það verður er meira í svona henni. þú já, við Já. heyrðu,
engri vídeogemnjördir hérna inn á Tubi. Þetta heitir Tubi TV og er á hérna Ég definitely, þú veist Meet the Peoples. Með við það sem ég er að læra, þá getum við, þú veist, við getum kannski verið með svona eitthvað special effect. Eitt bara samt. Og eigum alveg góða myndavélar í þetta. Eigum alveg búnaði í þetta. Heldur við getum notað þetta til þess að taka upp eitthvað sound? Þessa mæka? Já. Sem sagt, ef við værum, þú veist, eitthvað svona, ef við vorum úti eitthvað staðar, að því að það er vindur annars þar. Þessa mæka til að taka upp. Hvað fjallar B-mynd Joe's Dungeon um? Alltaf sé ekki bara Alltaf verði ekki að vera geimverur bara. Geimverur? Nei, það er meira svona D&D. Er það? Það verður demons. Já, frekar. Eitthvað svona gaurar sem er að reyna að sammana eitthvað að djöfla. Sammana eitthvað vikingadjöful. Ég var eins og til í að taka hérna konceptið sem ég er að fara með í D&D fyrir MB-krakkana og gera bíómynd af því. Já, alveg rétt. Hérna, hvað er það? Evil Parallel Universe. Já, það sem að Joe's Dungeon eru evil. Yes. Og við erum, sem sagt, þá er Joe's Dungeon actual dungeon. Sem fullt af evil okkur. Ég hérna Nema þú, af því að þú getur ekki verið evil. Þá er þessu samminsæði, by the way. Já, það er bara, ég ger þessa karakter eftir eins og ég þekki ykkur. Ok. Ég hef aldrei séð Bjarni að gera neitt slæmt. Ég kannski hann rak einu svona við, þannig að hann baðst afsökunar. Allt slæmt sem ég geri það allavega óvart. Yes. Og hann byrst afsökunar. Já, verðum við ekki að tala um gerdaginn eða? Gerdaginn? Já, þá segðum við þess. Vesta sauðumessa sem ég hef tekið, sem ég hef mætt á. Býtu, þetta er annar viðburðin núna á þessu ári sem er bara eitt lélegasti. Hvað var eftir hinn viðburðurinn hana? Bara reiðallaball, eða eitthvað? Nei, reiðallaball var gott. Nei, það var eitthvað sem vorum að tala um daginn. Brákarhátíð? Já, Brákarhátíð var Nei, það var awesome í ár, var það ekki þegar þið kveiktu næst í öllu? Það var 17. júní. Það var 17. júní? Ég tók ekki þátt í Brákarhátíð þegar ég var að stækja bróðum mig. Alveg rétt. Ná, þú talaður að það hefur heyrt að þetta hafi ekki verið gott. Og skrúkakar voru 4 skrúkakar. Já, ég heyrði bara frá að vikingarnir að þetta er sama atriður alltaf. Já. Fólk er bara að leita og horfa á þetta aftur. Já. Annað en mig og Geir á 17. júní. Það var mjög gott atrið. Ætli þið verða að stoppa þetta næsta ári? Já, ég er alltaf verið að bæta stöldlutuna, svo verðum að gera þetta almennilega. Gera það almennilega. Halló. Hann hefði gett að koma þannig inn samt. Svo þú veist, lappandi með þér kindil að lekur bensín. 3 metra háan kindil. Nei, þetta var eldspjót. Já, eldspjót. Já, definitely. Herru, já, en hérna þetta ball í gær, þið fóru hvorugur? Ég fór ekki á ballið. Nei. Ég fór eins og var í geðveitt fyrirpartí. Ég var bara heima hjá mér. Ég fekk Smára heimsókn. Svo horfði ég, Smára og pabbi á Silence of the Lamb, sem er fucking awesome bíómynd. Já. Það er bara hverstin sem ég sé hana. Svo fórum við, ég, Smári og Unnur heim til Unnar og vorum bara að chilla þar. Voru þetta rekka? Já. Og þá kom ljóðið í stúdíóið. En já, ég frétt alveg nokkrum skrautlegum partíum. Þú varst í partí á Rögga? Ég var í partí á Rögga sem að þú mættir ekki í. Já, af því ég var heima og ég var að horfa á Silent Hill með pappa og Smára. Já, ég var að segja að þú mættir ekki hérna. Yes. Já, það var mjög gaman. Hverju voru? Alltaf ég haf skrítið að halda partí hjá öðrum. Er þú að halda partí hjá Rögga? Nokkurn veginn, já. Okay, ég kem með björnpóndóti, ég blanda bolluna fyrir hann. Þú kemur með partí. Ég kem með partíð. Þetta er ekkert fokkin kjöt að þið. Af því að Röggi þekkir ekki neinn. Hann er bara svona, ok, Sami, þú þekkir. Nei, af því að sko, hann passa svo vel inn í hennan vinahóp, sett Krýpsvinahópin. Og hérna var þetta Daniel, Ísak, Bjarni Bakk? Já, nema Ísak byrjuði í Bretandi núna. En já, þetta er sáhópur. Þetta er 93 módelinn. Þetta er 91, niður 95, 45, eitthvað leis. En ég veitna, þetta byrjaði svona í fyrra sko, hann alltaf hafði partí. En hann var svo sett. Þannig að hann bara, ok, Sami og Maggi þið bara rættið þessu. Já. Hérna Maggi kúr ekki og svo kemur Maggi eitthvað, ég bauði ekki neina mig hérna. Takk upp síman, Facebook, allir að mæti partí. Allir. Bara út með ykkur. Og ég bauð 7 og mætti 20. Wow, nice. Þannig átt að vera. Þannig er Sami. En þetta var fínt partí, það var ekkert of háar tónlist, það var svo mikið, það var gott spjallta, það var björbong, það var drikkleikur í eldhúsi, það var bolla fyrir alla, björbong, bjór fyrir alla. Kóktel og klink. Er þetta Maggi Mix? En já, þetta var gott partí. Þetta var mjög gott partí. Ok. En já Bara einhverjir 2 eða 3 sem dreif ekki á ballið. Við fórum ekki á ballið.
Nei, ég sé svona drífa ekki á balli, smatluðu balli en Já, ég skil Aðeins of Aðeins of Ég sá Rögga, hann var helviti hress í ger Já, hann hérna Það var svo ástæðan fyrir því að hann var svona hress Þegar það fóru drikkilega og Bjarni sett skoraði á hann Þeir báðu að taka 2 tequila skot og svo þamba stórt glas af bollunni Ói, barast á Ég get ekki svona Nei, og þeir drekka hvorið tequila sko Og voru bara mjög skrautlegir eftir það En hins vegar, svo ég gríp ennum eftir fram fyrir Bjarna Það út ekki að grípa fram Hvað er málið með að hafa mjólk og livrapilsu á ballinu? Það var búið upp á mjólk og livrapilsu og ísinn skil ég En ekki mjólk og livrapilsu Er þetta ekki bara eitthvað Ég skil livrapils, eða þú veist hvernig livrapils Er þetta svona eins og maður fær með hafragraut? Já Nei, hérna grjóngraut? Var mikið af þessu það? Það, já, náttúrulega var fyrir alla gestina En það er svona semiskilnett En mjólkuferðna Er þetta ekki bara því að einhverjum fannst sniður Er þetta ekki bara sauðamessa, þú veist Eitthvað sveita Já, tengt eitthvað sveittengt Ég veit það ekki En talað það, hversu sauðamessan bara lélega Af því að markaðan var splittað frá hátíðinni sjálfri Hann var haldinn í menntaskóla frá 10 til 2 Svo var hátíðin 2 til hálf 4 eitthvað Eina sem ég fann skemmtilegt í hátíðin Það var kappátið Herri, já, hvað var getið þar? Það var lambakjöt Ó, nice Það var getið eitthvað 100 grömm 200 grömm Og svo var 455 minnum mig Og svo 465 Það minnaði 10 grömmum á fyrsta og annars sæti Vá, hver vann þetta? Hann Halli Gunn Halli Gunn Já, veitu hver er Já, þú áttu að veit hvað það er Já, Haldur Gunnarsson Haldur Gunnarsson Hvað, vel gert Vel gert Ég eins og ég þurfti að standa á Wallis en að gera Því að, hérna, ég var náttúrulega öryggisverður á vakt Og fylgdist náttúrulega alltaf af Já, eins og gerist eftir böll svöngu fólki, já Nefnum að allt er góðu, allir sjúklega þægir og góður Þetta bara geðið smurt Svo hérna Ekkert vesen? Ekkert vesen Svo getur manni 7, já, ég átti einn lélegan brandara Yeah Það var í gær Ertu með hérna lélega brandara hornið hans Bjarna þema? Bara vikulega lélega brandarinn Já, vikulega lélega brandara Ég kveikti eiginlega ekkert á tölvunni fyrir henni í gær Af því að ég fekk svo mikið kreyfing til þess að spila hérna á gítar Okay. Sem var, það gekk mjög vel Ég er ekki búin að gleyma neinu, gott fólk Já, ég sá það þegar þú komst til mín Hvað var það? Þegar þú pröfaði gítarinn minn Það var nú bara eitthvað Það var nú eitthvað bara Ok, takk, já, lélagi brandar Það kom hérna rútubílstjóri inn á Ollís Og þeir geim alltaf strætó 57 á N1 planinu Og hann lappar inn á Ollís Því að hann var alltaf eina sem er opið Og það hefur verið skilið eftir lykil Og hann kemur inn og hérna Hann segir eru þið með lykla á strætó? Og ég misti ekki úr hjartslætti og sagði líklega ekki Ekki Býta aðeins Fyndu soundeffekt Yes Vel gert Bjarni Hvað sagði ég áðan? Ég fagmaður Já Oh my god Má ég drakka þetta vatn? Já Það sé stór vatnsflaska á borðið fyrir hlustundur sem veit ekki hvað er í gangi En já Já, það var svo æstur að faðma Samma þegar hann kom Og ég er náttúrulega fullt fangið að drasli Mækinn og tölvan alltaf Býta aðeins til að leggja með henni Þá heyrst í Bjarna Mér finnst það gott að vera faðmaður Ég ætla að kveikja á þessu En það, af því að það er eiginlega bara svona statement Ég held ég fokkaði þessu upp, ég sagði þetta ekki svona Mér er svo gott að vera faðmaður Faðmaður, ég Já. veit það ekki Nei, af því að þú veist Ég fokkaði af þessu því að það getur alveg verið setning í sjálf Þú sagðir fyrir ekki svo spenntur Ég er svo mild faðmaður Oh my god Ef að halda áfram að tala um hann brandara Nei, við skulum slepa þig Þetta var in the moment Þetta fyndið þá Jesus Christ En ég hérna Svona svo crossförin Já, þetta er Hún var svona fyndin in the moment Jesus Christ Lax eða fiskur Vel gert En gaman að vera hérna með okkur Það er annars strákur sem átt að vera hérna Því við ætlum að halda uppistandskeppni í munni Já Uppist Var það ekki planið? Planið var að halda uppistandskeppni Á því ég var með einn mjög góðan brandara tilbúinn Sem ég get alveg sagt, þú veist Já, við komum með brandar En eins og talandi þá kom ég kom með einu lilla brandar á hann Já Var það? Já, hann lét mig að vita að uppistandi kem ekki Ég sagði, já, hann gæti ekki staðið upp
Nei, þú orðaðar það öðruvísi. Ég orðaði þetta nákvæmlega svona. Var það? Já. Já, því að Sammi með hláturinn minn. Þannig að ef honum líður illa þá bara setur hann hláturinn minn í Það er gott. Eða bara, veist. Hommar. Já. Já, sem sagt, að ég segja brandara minn. Já, hvað er bara það? Ég er sko... Hann verður reyndar að vera enskur, er það leið? Já, ég meina... Fólk lítur að skilja Lítur að ensku. skilja það. Alright, þannig að þið sem skiljið ekki ensku, þið verður bara að afsaka. Why do shoes always come in pairs? Já, I don't know. Because they like to converse. Fattar þú? Já. Ég sagði þessum brandara við systur mín og sagði HÆTTU! Hún bara svona öskraði á mig. Eins og var hann hérna brandara síða til að gera þetta uppistand Og svo bara brandara síðu. Ég fann að brandara síðu, sko, ég fann að sanka að með bröndurum, sko. Ok. En Hann kom hérna á ekki uppistand að vera samt frumsamið af einhverjum? Uppistand nei. Nei. Ok. Eða þú veist, það er vel hérna séð. Ok. Það er líka rosalega margir sem að taka brandara og, veist, og hérna smíða það í kringum lífið sitt, veist. Já, ég veit og svo ekki brandarinn. Ok, hvað er með það? Þetta er nú ekkert mikið, þetta er bara don't be racist. Racism is a crime. Crime is for black people. Þetta er racist. I see. Goddammit, ég veit ekki hvort ég hafa tíma öllu uppistandinu mínu. Nei, ég gemdi það fyrir uppistandinu sjálf. Þú veist, þú ræður. Við getum ekki neitt þig til Ég verði samt að prófa þetta, en ég finn alveg, þú veist, hjartað er alveg... Ég skal koma með spurningu fyrst. Ok. Akkur syngur Beyoncé alltaf to the left, to the left. Er þetta ekki eitthvað pólitískt? Nei, because black people have no rights. Oh damn. Þetta var politísk. Racist. Damn. En já, á ég prófa það. Fórstu specifically á eitthvað svona blackjokes.com eða eitthvað? Nei, racist joke. Racist jokes. The most racist jokes. The most racist. Sko. Ég held ég sem hann að sangaði mér, ég sé racist gaurinn í hópnum. Ég held. Af því ég er einu sem vil fara út í það. Nei. Shit. Jú, þú mátt alveg vera racist gaurinn. Ég ætla ekki að reyna að verja það eitthvað. Oh my god, á ég að gera það. Hvað er með það? Ég nenni ekki að standa upp samt. Það er alltaf í orðinu. Eigum við að vera alveg þöglir? Ef ekki Þagaðir? hafa þetta eins og það sé uppistand bara. Þannig ég fæ intro og... Hér, kæra hlustnir, hér stendur Bjarni upp. Nei, það þarf einhver að vera... Bjarni staðin upp. Já. Það þarf einhver að vera MC samt. Já, velkomin í hérna uppistandskeppnina, fyrirkeppnin í kjallaranum. Nú næstur upp á svið er næstur upp á svið er Bjarni Frey. Gefa hann gott gisk. Og þú ert samt sem MC átt að vera með eitthvað lítinn brandar á milli atriða. Ok, hvað sagði veggurinn við hinn vegginn? Hittumst á horninu. Hérna, alright, Bjarni, take it away. Bjarni, gefa hann gott klapp. Allir saman. Móli, ég veit ekki. Vá, hérna gott fólk, veit ekki alveg okkur ég stakk upp á þessu uppistandskefni. Ég hef aldrei lett brandar á minnið á ævinni. Þannig að allt sem ég ætti að segja í þessari litlu forræðu er annarkvort mjög ófyndið eða stólið. Já, ég hef semst aldrei skrifaði að vera með uppistand á þau, svo ég vissi ekki alveg hvernig maður færi að því að byrja. Svo, fyrir ekki að ég Guð. Fáðu smá vatn. Svo ég gerði það sem að hvaða heilvita maður gerir þegar hann þykist vita meira en hann gerir. Ég googlaði. Og ég googlaði hjálp, ég þarf nýja brandara fyrir uppistandi mitt. Það hjálpaði mér samt ekki neitt. Ég fann enga brandara á internetinu sem er ekki nú þegar. Ég fokkaði þessum upp! Ég fann enga brandara sem voru nú þegar á internetinu. Ég fann enga brandara sem voru... Ok, ég er þessi stressaði, ná ekki alltaf að reyna að vera fyndar en hann er og reyni oft mjög heila yfir mig svolítið mikið, sko. En svona í alvöru þá skrifaði ég How to get started in comedy og ég fekk nokkra glæsilega reglur hvað þarf að hafa í huga þegar maður er að byrja. Og númer 1, skrifa og safna bröndurum. Ok, það hljómar eins og séðu vel, en það er það ekki. Eins og gefur fram, ég stressa með öllu og var farin að skjálfa því mér datt ekkert fyndið í hug til að segja nokkuð skapaðan hlut.
Það var þá sem að mér datt í huga eða tímanum í að segja eitthvað frá þessum reglum. Ok. Erfiðir áhörundur hér. Númer 2. Horfðu og hlusta á aðra uppistandara. Það er versta hugmynd sem þú getur fengið. Sérstaklega fyrir mig sem er líklega til þess að grípa eitthvað og fatta seinna eða fá ábendingu frá okkur að þetta hafi verið gert áður á sviði. Það var reyndar ógeðslega auðvelt að þýða bara uppistand óþekkts amerísks eða bresks uppistandara, breyta nokkrum bröndurum og hérna, gera þetta raunverulega þínu. En í uppistandi þá virkar það ekki alveg þannig. Orðatildækið gerðu það þínu er alls ekki vel metið í þessum bransa, skiljiði. Ok. Hvað er mikið eftir? Hvað er ljósið? Hei, þetta er farið að hljóma eins og PowerPoint glærusýning. Númer 3. Æfðu þig áður og flytur upp í standið þitt. Það er kannski það sem ég ætla að gera. Er þetta ekki æfingin? Þetta var æfingin fyrir keppnina sjálfa. Já, sorry, ég Vá, það er verið að hekla mig hérna. Róið ykkur aðeins, sko, 12k. Hérna, aðeins, ég er hérna með uppistandi, sko. En ég hélt Nice butt. Ég hélt að ég myndi beila þannig að ég ákvað bara að enda að setja út í kosmosin. Ok, númer 4. Ekki stela. Kemur þið aftur. Ég hefði ekki mér að stela. Samviska mín myndi stúta mér. Ég ná ekki sem að það er að biðjast afsökunar ef að ég sæki eina skýta bíómynd á torrentsíðu. Ég bið afsökunar í loftið, sko. Was that the joke? Tell us in the comments what you think the joke was. Síðast en ekki síst númer 5. Það er leyfilegt að bomba. Það er leyfilegt, sko. En það er ekkert sem að getur stoppað stanslausan kjánarhroll og kaldan svita næstu 3 vikurnar. Eða svo lengi sem þetta er á netinu. Ég klippi þetta, Og ég meina, þú er orðin rauður, svitna og þú veist bara fyrir framann mig og saman. Þú veist, við erum ekki ókunnir, við erum ekki ókunnugt fólk, þú veist, dæmið þig á, þú veist, þeim forsendum, við bara dæmið okkar eigin forsendum. Já. Ég skil ekki hvernig fólki dettur eitthvað sniðið í hug. Ég fæ stundum hugmyndir sem að geta orðið sniður og svo bara frýs allt í haustum á mér. En svona svipu tilfinningar eins og að vera rótaði bara á stanum. En ég er líka hræðilegur uppfinningamæður. Þessi dæmi, ég myndi finna upp á yddaranum á undan blýantinum, ljósrófanum á undan ljósapennunni og naglanum á undan hamrinum. Og svo sit ég bara í hæðum minn og veit ekki hvað ég ætla að gera næstu þetta. Ég nota þessa hluti bara sem dæmi, sjáu. Ég veit ekki einu sinni við hvað hitastig stál bráðnar. Og reyndar, það síðasta sniðað sem ég datt í hug að gera var að setja paprikuost og sultu og hamburgerhrygg á milli tveggja brauðsneiða. En ég er háður alls konar tilgangslausu svona vídeoglabi. Sem dæmi horfði ég á 30 mínútna lúmkennslu myndband. Veit að ég mun aldrei nota þessa kennslu í nokk. Ég mun aldrei búa til neitt úr lúmi nokkuð tíman. Og þau hugsa þá kannski með ykkur, já ok, Bjarni hefur allt mikið tíma. Fáum hann til að hjálpa okkur til þess að flytja? Nei, ég er sjúklega upptekinn og við að horfa á tilgangslaus myndefni. En ef við myndum livestreama flutningunum, þá myndi ég garanti að ég myndi horfa á það og hafa gaman. Oh my god, fucking shit. En það veit allir að ég er svolítið skrítin. Eitt af því skrítna er að ég trúi á eðlufólk. Og oft ef ekki alltaf finnst mér er eðlufólk mjög siðblind og er í embættisstörfum ef ekki alltaf. Ég hef engar sannanir en það er einhver illuminandi bragur á þessu pakki. Ég held til dæmis að Sigmundur Davíðs eðla sem fokkaði upp svona feitur eðlukall einhver svona bandarlega eðluna sem var jáfnvel stríkt í eðluskólanum í gamla daga. Ráð mitt til hans er að hætta að hafa mísi djúsi bíflugur og byrja á mýflugnukúrnum. Mýflugukúrnum. Kannski kíkja oftar í klifurhúsi líka. Holy shit maður. Ég heiti Bjarni Freyr. Þið voru frábær. Gefið honum Bjarna gott klapp. Næsta dagskrá er hérna hann Patrekur ætlar að tala alvarleika hérna eineltis
Ég veit ekki á hverju Bjarni hélt að þetta væri brandarakvöld. Við erum hérna til þess að reyna að vera með stuðningshóp en það var verið þegið. Takk fyrir að bjarga mér út af þessu. Það var svona mjög góða punktar að enni sko. Ég reynu, ég sé, þú ert með eitthvað sem gæti verið það besta sem ég get sagt þetta er að þetta er the elements. Þú ert með hérna beinagrindina. Þú ert búin að kaupa IKEA hilluna. Þú ert ekkert búin að setja hana saman. Þú ert með allt búin að raða þessu öllu svona upp en þetta er ekki orðið að hill. Nei Þetta er hljómaði með eins og ræða heldur en uppistand. Er það? Já, það hljómaði svolítið. Líka uppistand á að vera meira flúi. Þú veist alltaf að lesa þetta bara upp. Já, þú veist svona. Ég var ekki að lesa þetta upp. Ég var að miða við eins og ég gera, skilur. Ég var með miða upp á svið. Já, samt ekki, þeir eru bara með, þú veist, þeir svona læra, þú veist, handritið og svo, þú veist, svona riffa þeir í kringu. Regla númer, hvað var það? Æfðu þig, númer 3. Regla númer 3, skilur, að æfa sig. Já, bara að leita á handritið. Ég er búin að vera í vinnu. Ég vissi það, sko. Ég er búin að vera í vinnuviku. Já. Þannig að þetta var hefur það eitthvað betra að gera út í bíl? Þetta var allt gert á 90 km hraða. Ekki skrifa, skilur. Fyrst anda 90 km hraða. Það finnir koncept. En, já. Þetta hefði til dæmis átt að vera þarna. Já. Og líka, segðu frekar bara brandara úr lífinu í stað fyrir. Þetta er allt samt. Gerðu grína þér. Þetta er þetta ekki allt grína mér? Þetta með Sigmunda. Það taknir sér grína þér með þarna eðlu fólki og allt það. Já, jú, þetta. Ég er með svolítið svona, hvað heitir það, ekki destructive svona, nei, hvað heitir það? Hvað, sjálfseyðingakvöt? Ekki sjálfseyðingakvöt en hérna. Þú vilt ekki skjóta sjálfa þig? Nei, drepa mig. Skjóta á, ásækið. Skjóta á mig? Ég myndi skjóta á mig allan daginn, sko. Eitt sem líka ekki varandi bara þetta heldur með svona fleiri verkefni sem þegar við erum að reyna að gera eitthvað er að þú vilt vera original endilega þótt að það sem sagt basically original for originality's sake ekki að því að þú hefur verið vitna því. Já, að því að við höfum reynd að, þú veist, ég hef reynd að vera að koma með ykkur hugmyndir og þú veist að en það er búið að gera það og ég mitt svar alltaf fyrir ekki fokkin saman, við gerum okkar eigin útgáfu. Nákvæmlega. Og þú er alltaf að ég vil vera original sem er, þú veist, það skiptir ekki máli af því að allt er hermt eftir ykkur öðru. Og þannig koma nýju hugmyndir og nýju, er það? Fannst ykkur þetta ekki original? Þú gerir því, þetta? Þetta var mjög original, en ég segja sko en það virkaði ekki. Já, þú veist, náttúrulega, þú veist, þetta var original en ekki Þetta var fyndið, hættu segið. Það var meira svona fyndið að Ég líka með það, ok, við erum hérna 3, skilur og hérna og við erum með áhörendur sem reyndar ekki live. Já, á hlustendur. Ég trúi meira, ég horfi stundum á mjög finna myndir en hlægi ekki einn heima í sófanum en þegar það eru komin 5 saman eða 6 eða 7 eða 12 en þá eru áhrifin á öðrum líka. Já, það var svona öðru sér stemning. Já, definitív. Við hefðum átt að slökka ljósin og setja eitthvað á mig eitthvað svona veipa gett mikið inni og hella niður bjór og eitthvað. Það kemur svona lykt af bjór og ef svo getur líka verið öfugt er eitthvað svona sem maður hlær að sjálfur og svo þegar maður ætlar að sína einhverjum öðrum þá er það ekki eins fyndið. Ef hún finnst það ekki fyndið, þá er það ekki að fyndið. Ég er til dæmis hættur að sína fólki, ég er löngu hættur, skilur við, af því að ég bendi á en ég ger ekki sjáðu, þetta er ógeðslega fyndið, horfðu á það, svo horfum maður og það minnir maður gett mikið á grunnskóla. Já, og svo horfir alltaf sá sem er að sína manni á mann, býður eftir að maður hlær, alltaf svona, horfir á skjáin, svo þegar kemur eitthvað fyndið á lítinn á örvendingu að Þetta er að koma Þetta er alveg að vera að koma 30 mínútna myndband That's what he said. Þetta er að koma. En svo líka, þú veist, ég líg ekki neitt Ég get ekki logið þannig að allt í þessu uppistandi er getur íkt. Þetta er ástæðan okkur, hann getur ekki verið vondikallinn. Ég veit ekki hvaðan þetta kemur, sko. Þetta er uppeldið, Bjarni. Þú er bara alveg vel upp. Veistu? Ég vil þakka móðmenni og föður en það er alveg satt. Ég finn það ekki í mér að vera. Við þurfum kannski bara að plata Bjarna til þess að gera fyndið uppistand. Já, í þér. Hvað meinar þú? Hafa hann baksvið svo að segja brandara en svo er áhörnandi bakvið. Ok, núna ég gerði þetta á, þú veist, over the course of eitthvað, þú veist,
En það átti líka að vera annar uppistandari hérna sem Það að átti ekki að vera uppistandari Já, sem að hefur allan að þú pælt í þessu að stúdera þetta Áhugamann lengi, uppistandari. Áhugamann uppistandari Sendur einnig upp Já, en ég skal gefa þessu annað tækifæri Ég skal gera þetta aftur og við ætlum að halda uppistandskefni í Borgansi þó að séu bara tveir sem að taka það át Ég meina þú veist, ef við gerum það þá þú veist, auglýsum það þannig Já. Og þá Nei, getum meina, við, þú veist Ég alveg til að vera MC ef að Já. Egil gera það frá sér Ég verð alveg til í, þú veist, að vera bara, þú veist, þá getur við báðið verið með, þú veist, eins og ég alveg mega til í að vera, þú veist, að lesa bara svona næsta dagskrá og þú veist, að riffa eitthvað kringum það komið gott Já, en þú veist, ég get riffað mjög mikið Ég er í saman bát og þú ef það kemur að því að reyna að skrifa eitthvað og vera svona Sko, þegar ég fyndin Einu sinni datt ég í hólu, það var vond en fyndið samt Þú veist En já Allir eru kreatív á öðruvísi átt En við ætlum að reyna að halda sinn eitthvað eigin viðbjörn hátt. Það væri gaman að hafa eitthvað viðbjörn, skilur við Heyrðu, aftur gerðist þetta með myndbandi Það var komið upp í 120 views Og þá kvötta niður Kötta niður í 70 aftur Já, nú er það komið upp í 80 Já, Hvað er að YouTube? ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko En skiptir ekki máli, en við ætlum að reyna að hafa eitthvað svona viðbjörn Vonandi fljótlega, kannski Já. þessu ára allan Það kemur Það var alltaf líka gaman, þú veist bara, þú veist, að fá fólk til þess að koma saman og hafa gaman Já, mér veist einhvern veginn Já, eins og með uppistand Það rýmar Það voru Þetta er nú það einhverfasta sem ég hef lefð Það voru opin mic á landnámssetur á tímabili Já, það var alltaf, hvað, 50 dögum 3.5. í hverju mánuði? Nei, síðasti 50 Já, síðustu 5. í hverju mánuði En það þarf, þú veist, Geiri farin Var það ekki hann sem að vara Jú, hann var svona að sjá Eiríkur Það er líka Eiríkur, svo- hann er reynda svolítið duglegur Þú veist, það er bara, þú veist, ykkur sem getur verið MC. já Master of Ceremonies Það vantar bara einhverja svona stemningu Og ég veit ekki Ég veit um einn mann reyndar, Sem að, þú veist, skrifar actually uppistand Og það er hann Jón Ég veit um nokkra Sem er ekki innan núna En það, Það eru nokkru undirliggjandi uppistandar í Borgarnesi Sem að- Og Borgarnesi syngar sem eru fluttir í burtu sem að hafa staðið á sviðið þá eða Já. Heyrðu, ég veit um einn Skarpján Án, við þurfum að fá hann Hann var með mér í bekk Hann er hérna Það var gaman að fá hann Ég hef ekki séð uppistandið hans En við Ég þurfum meina, að þú veist, Ég er kannski að ef þú ert að hlusta, þá er tækifæri þegar þessi keppni kemur Já, ekki stela bröndarónum mínu svona Ég held að það sé engin hætta á því Jú, láti ekki svona Ekkert kjaftaði Bjarni Sár Ég fæ roll bara Egil, varstu með sjá tippið á Bjarna? Já, stórt Vel gert Takk Fallega fólk Ég er búin að búin að vera að spá Það er spurning samt Spurning? Nei, það er ekki spurning Ó, Það er ekki spurning ég var hann spenntur Í alvöru, ég þarf að finna spurningu Eitthvað gott Nei, ég held að það var eins og hvort einhver hefði skrifað spurningu í kommentin Heyrðu, og svo getum við já. svarað því Ég vil vita hérna hver Kristján er Neon Cut Kristján Það er öruglega Kristján Franklín. Kristján Franklín Hver er það? Strákur í Borgarnes Borgarfirði Borgarfirði Systir hans er á 4. seti hjá Afsakið Hjá Töffa Robin einhverjum Mike. Má ég sjá Rættum upp En já, sem sagt, það voru 2 komment við síðast þætti bæði sögðu meiri Jóhann Já, eða Jóhann for the win og meiri fulli Jóhann já sem þú Fólk, veist þetta er að koma, fólk er dugleira að kommenta Já. og já, það má alveg gera meira af því Það er eitthvað í íslenskri menningu þeir kommenta ekki nema að sé eitthvað neikvægt Já, það er mjög mikið þannig og það er mjög þú veist, það er mjög böggandi fyrir okkur við erum að reyna við erum að gera þetta fyrir ykkur helvítin ykkar Reyndar erum við að gera þetta fyrir okkur Já, við erum að stroking our own En ég veit ekki alveg hvað egos. það Nei, þetta er meira svona, ok, við erum að gera þetta fyrir okkur Já, Við erum að gera þetta fyrir okkur já. En Ego. þegar að fólk fyrir að hérna er að Erum við talandi Talandi hvað, Bjarni? Prumpu hérna sketsin hann Já, já, alveg rétt Hversu ég fekk svona kjánarhóll eftir á Mér fannst það æðislegt, þetta alveg setti tónlistina undir Já, ég kynnti þetta í hérna Í nafni Já, alvarpsins ég fannst það eina sem virkaði fyrir þetta Sjöðu, þetta er uppistandið sko, þetta var fyndið Já, ok Bara þú veist, reyna hluti og sjá hvað virkar Já. Just throw shit at the wall, see what sticks Yes.
Ego. Elska þetta. Hvernig, ég var að hugsa hérna tilbaka gamla tíma. Fóruð þið eitthvað tímann í svona danskennslu? Já. Af hverju var, hvernig datt ég huga að neyða börn í þetta? Þetta var skylda í menntaskólanum þegar hann byrjaði. Í alvöru? Já. Hvað hefur verið að gera við? Þetta var helmingurinn á móti íþróttum. Nei. Jú. Nei. Og þetta var ótrúlega gaman. En ég hef keft Samkvæmstæðin sem er skemmtileg. Ég hef keft 8 sinnum og hef alltaf lent að palli. Ok, en ég er að tala um börn. Já. Í Óðal, hinn í danskennari. Ég man eftir því. Ó já. Ég þoldi það ekki. Fenguð þið hinna? Já. Var hann ekki gett? Jú, hann var skrítinn. Hann var svolítið skrítinn, já. En hann var ekki Fabulous. Hann var svolítið fabulous. En getið ímyndað ykkur Hjálmar og bara bekkurum minn að reyna að læra að dansa, að halda utan um þetta, hann einn með einhverjum 20 krökkum. Það gekk ekki vel. Já. Það gekk ekki vel, sko. Þetta var vanhugsuð hugmynd. Þetta var mjög illa framkvæmt. En neitt til þess að dansa. Og sem minnum með það, diskotekin í gamla dagar líka. Já. Skemmtilegt. Þau voru awesome, sko. Alltaf verið að spila Rammstein og eitthvað. Spila eitthvað random tónlist, það var awesome. Og spila Gwen Stefani og eitthvað. Það var reyndar alveg, þú veist, upp á svo mikið þessa tónlist, sko. Og líka, þetta er ekki tónlist sem getur dansað við, ekki þetta bibbidi-bibbidi-bú, billi-billi-belli-bá. Maður dansar ekki það mikið við rap. Nei, samt er alltaf sett rappa, það kemur ekki 1 og 2 rapp á hverju balli. Já. Munið eftir laginu, ég man ekki hvað heitir, en það er eitthvað, það kemur svona haglabissa. Á mjög gott. Hvað er Soundhound núna? Veitu, ég skal googla þetta. Ég veit ekki hvort það hafi verið Tupac. Var þetta gamalt eða? Þetta er gamalt, já. Og aðal dansinn við það, sko, var að leika haglabissuna og skjóta hérna í strópinu vinsinn, sko. Yes. Munið tilfinninguna. Strópið? Nei, jú, strópið var alltaf töf. Já, maður alltaf að horfa hendina sínar. Vanga þegar maður allir líta út eins og allir sjökur og töflum eitthvað og horfa hendina sínar í strópljósum. Vönguðu þið eitthvað í mánu diskotökum? Nei, af því ég var svo óðalandi. Ég var einmitt, sko, ég var enginn sem vildi vanga við eigin. Það vildi enginn vanga við mig heldur. Er þetta podcast fyrir rejects? Ég veit ekki hvort ég kom með þetta en ég ætla að checka á þessu. Ég var rejected í grunnskóla og ég er ennþá bitt. Heyrðu, ég heldur sér með þetta. Já. Hvað þú spilaði þetta? Ég kannast ekki við þetta. Byrjuð. Jú. Þetta er awesome. Vel gert. Takk. Svo hérna Dr. Greentham með, er það ekki Tupac líka? Nei, það er hérna Dr. Greentham. Hello, my name is Dr. Greentham. I'd like to tell you where I am from. Það er hérna Cypress Hill, já. Góðum með það líka. Fólk, það er bara nostalgía hérna í gangi núna, sko. Verður ykkur góður? Calling Dr. Greentham. Systir mín hérna hlusta alltaf á þetta og ég var alltaf að stela geisladiskónum minna til þess að hérna reyna að vera cool og hún oh my god, hræðilegt talandi það. Ég var einu sinni, hún var eitthvað Hvað er það mest, ef þú hugsaðir svona tilbaka, hvað er það mest svona að reyna að vera cool sem þið reynduð að gera sem var ekki cool? Ég held ég var í geðað cool þegar ég faldi mig undir rúminu hjá henni og hún var að horfa á okkur á bíómynd með vinkonu sinni og ég þorði ekki að fara undan rúminu og var klukkutími þar sem ég grípa. Ég veit ekki hvað pælingi var, ég ætlaði að bregða henni eða eitthvað. Þetta er gott, maður. Ég mætti einhvern tímann ég held ekki að það verið 3. eða 4. bekk eða eitthvað. Nei, örugglega 3. bekk, þegar mætti í leðurjakka í skólan að því ég sá leikriti Grís. Sem að við vorum í Já, Óðal. Það var svo gott. Leggst þú í því? Eða varstu með tónlist? Ég var hérna Knikki, eða hvað sem heitir Knikki. Varstu þú Knikki? Ég var Knikki, held ég. Aðaltöffarinn. Nei, feiti töffarinn með spanginnar. Það hérna var og svarta hárið. Stimmi líka þegar við veikstættum Grís. Það var hérna
Það er Danny, Kenicki, Roger, Duty og Fat guy. Hvað mér góð, muniði hvað við gerðum í þessu leikriti. Það átti að vera ógeðslega fyndið. We are friends of the forest. What? Munið eftir þessu atriði. Nei. Einhver tíman. Ok, við ætlum að vera að geta töff. Þetta er sem sagt ykkar leikrit. Sem sagt Grís. óðal leikrit. Já, óðaleikritið með Jóhann Lind í hérna aðalhlutverki. Hann er Danny Zuko. Úff, ég veit ekki af hverju okkur fannst þetta fyndið. Ok. Einhver tíman í miðjuleikritinu. Ok. Ég veit ekki, ég man ekki, þú veist, ég þarf að sjá þetta aftur. Já. Veitu, ég veit ekkert hvað það tala hvaða atriði í, þú veist, í þetta er ekki í myndinni nei, ok, hvaða atriði í bíómyndinni voru þið að setja eitthvað We are friends of the forest? Stóðum allir í svona hring og vorum eitthvað svona það voru gefið leim eitthvað. Okay. Það var mjög hallarslegt. Var þetta á ballinu eða hvar í myndinni settu þetta inn? Já, hvar í leikritinu? Í leikritinu? Já. Ég er að reyna að muna það, sko. Bjarni Kristmas og hérna Gummi hérna eiga eftir að muna þetta, sko. Arnar Helgi var með okkur í þessu líka. We are friends of the forest? Ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki hvernig datt þetta í hug, sko. En hérna Sonny. Já, þú varst Sonny. Var ég Sonny? Það er feiti ítalski gaurin. Ég veit ekki hvort ég hafi verið hann, þú veist, leikið hann, en ég var hann. Ég var feitur með spangir í leikritinu. Þá getur hins vegar hafa verið annað leika Duty eða Roger. Hvernig leggst þú í leikritinu? Roger. Ég var Roger. Við getum hafa deilt hlutverki. Hvað var fyrsta línan í leikritinu? Heyrna, greitaðar hárið. Ég man það ekki. Ég man ekkert úr þessu leikriti. Ég reyna. Þetta var samt ógeðslega gaman. Já, það er rosalega gaman að setja upp og það er annað leikrit sem ég man ekkert eftir. Og það er Gauksreiðrið. Það sem ég lét hvað heitir hérna sem að Jack Nicholson leik? Ég man ekki hvað karakterinn heitir. Ég leik aðal hlutverki í 8. bekk í þessari útsetningu á Gauksreiðrinu. Ég hef aldrei séð það leikrit. Ekki heldur, en það var tekið yfir það. Já, það var tekið yfir, já. Held að það var kvöldubóttaleikur eitthvað tekið yfir það. Já, nei, ég er ekki að tala um þannig. Helvítis fúlt, ég var til að eiga þetta maður. Já. Ég bara sá það aldrei. Ég held að fyrsta óðarleikurinn sem ég sá var Lion King. Já, ég man til því, það var mjög gott. Það er ógeðslega mikið sem var gert hérna. Ég veit ekki hvernig þetta er núna. Er eitthvað stemning fyrir einhverju? Nei, það er hérna MB búin að taka yfir leikritið. Já, MB gerir hérna leikritið. Ég veit ekki hvernig staðan er í óðarleik. Ég þekk engan sem er í óðarleik. Ég veit bara því að systir mín er að vinna þar. Að hérna óðarleik situr, krakkarnir sita alltaf upp úr tíðnabækku situr upp úr áslatíðina. Tegum við sitt leikrit eins og gæti fyrra. Og þeir eru svona stutt atriðir. Já, og áttu að vera með eitthvað 45 minútna atriði. Tóku grís og kliftu það og stokkuðu upp og settu atrið undan öðru atrið og þetta var bara ég var fenginn í að hjálpa hann, ég endur ræða þessu rétt upp og ég ætla að kenna þeim að dansa og eitthvað. I'm going down it right. I don't go the correct way. Góður. Bjarni Freyr. Yes. Nafni Bjarni Freyrs hérna. Hann hérna sem er núverandi formaður leikfélagsins í NBA. Já, þetta, hann heitir líka Bjarni Freyr. Hann heitir Bjarni Freyr og hérna hann hérna baði mig að koma að hjálpa sér að því að kennararnir hlustu ekki á hann í tíundabæk og hlustu ekki á krakkana að því þau rústu, breyttu textanum og þetta var bara og þau vildu auðvitað fá þú veist það, hvern hringum við á sama og svo kemur þetta nei, ég kom bara með handritum mitt sem ég á en þá á grís kemur svona sammi hlaupandi, svona stekkurinn niður svona súlu, brýtur á sér fótinn Heldar að hlaupa Ég var alltaf að detta í leikritinu. Talandi um það Yes. Það sneri ég með bæði og ökla á nárunum í fyrir vikunni Jesus Christ Endaði spelku í 3 daga Ég veit ekki hvernig hún ferði að þessu sko eins og það vest að ég þurfti að steipa daginn eftir meiri Maggi Mix Við skulum hérna henda okkur í örstuttar auðlýsingar Ég held að sem komnir yfir klukkutíman okkar góða Geir Wow, hvað þetta er gott Við sjáumst þetta smá Er ekki tími til að fara fætur elsku dúlan mín
Velkomin aftur gott fólk. Hæ. Velkomin í þáttinn. Það er svo skrítið, nú veit ég ekki hvort af því að við vorum ekki með tilbúin svíper. Yes. Þannig ég get ekki sagt, ég ætla að segja engin svíper af þessum sinni. En af því að þetta er upptekið þá getum við kastað inn svíper náttúrulega bara seinna, skilur. Já. En ekki sem núna. Ha? Jú. Jú, við getum gert það á þessu. Jú, við getum gert það. Það þegar kom svona inn, sko. Það er rétt. Já. Nei. Ég veit það ekki. Finnst þig, þetta er svo geggjalag. Ég var að frussa þessu á gítarinn í gerð. Ói, nú er eins og egoisti núna, sko. Eins og... eins og ég var að monta mig eitthvað. Þú ert góður á gítar, hættu þessu. Ég er allt í lagi. Nei. Ég er svo... Bjarni var mjög leiður yfir því að hann prósaði sjálfum sér. Mér finnst það bara svo geð, það er svo gaman að spila þetta. Ég hins var í partíinu í gær. Þá var talað við mig þig. Vil ekki heyra það. Ég vil heyra það. Ég vil heyra það, þá kemur ég með það. Þú bara heldur fyrir eyrun. Ok. Þú gerir bara svona. Það sem að sagt mig var að Bjarni er alltaf hæfileikaríkur og notar ekki hæfileikarinn sína. Þú átt að gera meira. Ég er mjög sammála. Oh my god. Þetta fekk ég frá aðalega sem ég vissi ekki þekkti þig, sko. Vinna hjá Securitas. Nei, ég er að tala sko í frítímanum að taka mér upp á gítar og... Já, þú veist, í réttum heimi þá væri Bjarni að vinna við eitthvað svona, þú veist, production dæmi. Já. Systir mín er útvarpi. Já. Akkur er þú ekki útvarpi, þú veist? Hann er á YouTube. Ég hef ekki tíma til þess. Akkur hefur ekki tíma? Já, þú veist. Nákvæmlega. Excuses. En já, hver var það eiginlega? Já, ég skal bara segja þetta þáttinn. Nafnleimt hérna, sko. Takk fyrir. Já, auðvitað á maður að vera að gera eitthvað meira. En það bara... Ég veit það ekki. Þetta er einhvern veginn. Ég meina, eftir að þú sagðir okkur að byrja að draga út í meira, ég meina, þú ert bara út af því. Sjá hvert við erum komin. Eða komnir. Komnir, við erum 3 drengir hérna. Við erum 3 drengir. En ekki 4 eins og áttum að vera. Nei, talandi þann 4. Já. Ætlaðu að reyna að... Nei, hann er búinn að skýta upp á bak núna, sko. Ætlaðu að reyna að forsa upp á næsta helgi eða? Nei, jú, kannski. Við heyrum alltaf í honum. Það getur verið eins og hérna, eins og með síðasta þátt þar sem, þú veist, við erum með, þú veist, fyrir hlið, annan eftir hlið. Já, mér finnst það virka mjög það kom vel út. Já, það var líka rosa hvað, það var hlegið mikið að Gabba. Hann er af bröndunum, það var... Gabbi er stórkvæslu. Já, konu mín var að hafa ágjur af því. Hvað ég hrósa hana mikið. Hrósa Gabba? Bjarni, þar er ég að fara að hafa ágjur af þér. Já, því að þau fannst það svo sexy. Ég sagði það aldrei. Þú veist, og líka það sem sagðir eftir þáttinn. Það sem hlustinu við ekki. Já, þú veist, talaðu hvernig hann liti út. Þú veist, talaðu hérna svona línurnar, svona fyrir neðan. Vaffið. Já, hann er með svona vaff. Svona nára. Hann er svona arrow down. Já. Hann benda hvar góðast að þeir. Hann er aerodynamic. Á! En já, ég hafði gaman að þeim þetta. Og svo hins vegar Jóhann, ertu mér ekki að heyri Jóhanni? Nei, jú, eitthvað aðeins eftir. Bara daginn eftir, held ég. Jú, daginn eftir, heyrði ég hann. Hann man ekki neitt af þessu. Hann man ekki síst af þessu. Hann hélt að þetta væri verra ás. Já, ok. Þú veist, ég myndi líka, þú veist, ef þú ert fullur, þá fullur þú mannst ekki hvað þú sagðir, þá gerum við alltaf ráð fyrir því versta. Já, þannig að gerðum hann allavega, hann var aðeins stressaður að hlusta á það. Ég veit ekki hvort hann hafi tekið sér upp eins og við báðum hann að gera. Nei. En þannig að það er búið. Svo fikk líka ábendingu að það væri gaman að, ef við myndum einhvern tímann hittast fyrir utan þáttinn og taka upp okkur spila Cards Against Humanity. Þetta er pilið. Já. Ég var takur upp spila og síðan klift saman og gert svona góðan hljóðbút til að hafa úst í eins og milliliðin. Já. Það er hægt að láta allt hljóma vel í post. Í post. Þeir sem veit ekki hvað post því þá er það eftirvinnsla. Þessu þáttur. Það er bara eftir. Það er bara, já, eftir. Pre-post. Þessi kísa er, komdu. Fyrir hlustnur það voru köttur hérna fyrir gluggan. Krútlegasti köttur sem ég sé í langa tíma. Þetta ekki að tala kettlingar sem hljópa hérna fram hjá hann. Jú. Já, hann sætur. Já. Elskar dýr. Talandi dýr, ég með eitthvað fugla áratu. Það er bara staðrætt. Þetta er orðið fettis ég þau. Meinar þá fuglar ráðast á þig? Nei, ekkert með að ráðast á. Ok. En fuglar. Er það þess vegna sem konaðinn á svona gogg
sem hún svona setur svona á andlitið á sér. Þess vegna alltaf í fjöðrum daginn. Já. Nei, Og svo segir svona goggaðu í mig. Sýndu mér goggunaröð. Áttu eitthvað gott í goggin. Og hún svona Hún pekkar í hausnaður og þú svona, já. það er eitthvað En já, þú ég ætlar að segja elska- okkur eitthvað alvarlegt um sjálfan þig. Nei, það er svo skrítið af því að mér finnst, ég náttúrulega keyri ógeðslega mikið Já. og verð vitni af alls konar kvikindum á þjóðveginum. Hefur einhvern tímann átt fugl? Ha? Sem bara gældir? Nei, og ég var að hugsa, þú veist, mér langar að geða til gældir og ég fór ég vel svo langt að ég fór að skoðaði verð á fuglum. Þeir eru að kosta frá 350 skall til 500 skall. Já, þessi flottu. Fyrir gára, nei ekki gára heldur African Grey og þessa afrísku fugla sem að tala. Getur ekki bara fengið máf? Ég var ekki til í máf, nei. En talandi af því að ég er að keyra og í þessari viku þá ég held að það eru hrossagaukar sem að standa bara á götunni. YOLO! Einhverju sjálfsmorðsfuglar. Er það ekki hrossagaukur gerir á? Jú. Það voru 3 sem að biðu bara eftir að láta keyra á sig. Og ég er að spá hvort að það sé eitthvað tengt haustinu. Þeir fengu ekki maka, fundu ekki maka. Þetta er sem sagt, þeir fengu ekki maka. Þetta er restin. Förum bara. Þeir eru bara að gefast upp, skilur. En þeir voru 3? Nei, ekki á sama stað. Okay. Það voru 3 tilfelli. Ég held að það sé ekki sami fuglinn. Ég slapp við að keyra á. Það væri sami fuglinn bara eitthvað. Hei, keyrðu á mig. Þetta var nákvæmlega þannig. Sleppur ekki. Bjarni, keyrðu á mig, ég er svo einmanna. Vanlega reynaði að fljúga burtu. Ég sveigði frá einum, hann bara byrtist allt í einu ljósunum á gödunum og bara, wow, Var goddamn. þetta nóttina? Já, þetta er á nóttinni. Þannig að þeir standa bara á gödunni og býða eftir eitthvað að keyra á sig. Mér finnst það alltaf skuggalegt. Ég er að spá í, þú veist, eru vísindamenn eitthvað búin að skoða þetta? Sjálfsmorðsóðir fuglar. Hvort að dýr fer með sjálfsmorð? Ég veit að ég gera, hvað heitir það, lemmings? Nei, það er búið að afsanna það. Já. Það var út af einhver hræðslu eða eitthvað. Nei, það var sem sagt, basically, þeir svona íttuðum af klettinum til þess að taka það upp. Í alvöru? Þetta var mjög fucked up hlutur að gera. Oh my god. En, þú veist, lemmings fremja alveg sjálfsmorð en ekki svona mass suicide að hlaupa fram af klettum. En mér finnst það leiðilegt að sjá hrossagaukin framkvæma eitthvað svona, sko. Já. Af því ég vil ekki, og mér dauðbregður alltaf þegar ég byrtast bara. En það já, fuglar, ég elska fugla. En talandi að fara að fá þau fugl, farðu frekar inn á eins og dýrahjálp eða gældir.is inn á Facebook, þar getur fengið mjög fína og fallega fugla sem vantar heimili. Já, er þetta ekki allt fuglar sem þeir eru að gangi í með einhverja sálfræði? Nei, það er til og með setna Við ringjum í Senegal-gaukur, í Jósef Catalan, fugla sjálfræðing. Hérna fallegu gaukur til sölu. Hérna fallegu gaukur, Senegal-gaukur til sölu. Er fuglinn þinn þunglindur? Ringdu í Jósef Catalan, fugla sjálfræðing. BBB. Þú getur verið dýrasálfræðingur eða ekki? En þú veist, það er alveg hlutur sem er, þú veist, dýrasálfræði. Svo líka Dog Whisperer. Jú, Dog Whisperer. Er hann ekki sálfræðingur? Hann er þannig að segja, þú veist, hann er hundaþjálfari. Hann þjálfar hunda. Já, hann líka oft vera sálfræði. Já, þú veist, og greinlega, þú veist, hundar eru með mismunandi persónuleika og þannig. Eins og menn. Hvað eru að hlusta núna? Jónatan, fugla sálfræðingur. Nei, Jósef Catalan. Jósef Catalan, fugla sálfræðingur. Er rjúpan þín þunglind? Er stekkurinn þinn með kvíða? Hringdu í Jósef Catalan og við munum leysa úr sálfræðilegum vandamálum fugla þinna. Þeir munu fljúa himinloftin betri en áður. Hringdu núna og fáðu ókeypis þjónustu í dag. Ég veit ekki hvort ég var fáið. Ég beði þetta símanúmerið, sko. Já, ég held að, en ég hef hafði okkur og ég myndi fara í eitthvað. Það hefði bara verið, þú veist, 555 555 555 Það er auðvöld 555 BB 555 BB 8 Helviti gott, stráka mínir. Heilkviti gott. Hvað er á döfinni í þessum fallega bæ? Er eitthvað á 9. Það er 9, já. Er ekki 8. október? Það er 8. október. Já.
Halloween er Er það ekki, hvernig er það? Það er 28. Það er til 20 dagar Vá. Já, sætt ég þar klokk búningum minn Goddamn. Þetta er alltaf, ég á bara til að setja augun í hann Hann er góður Eins og maður gerir Eins og maður gerir Bara að raka hann daginn Svo bara setja augun í hann Á hverju varst að raka búningin? Já Af því að hann var úr loðin Já Það er fleira Ákveðan sérst er rakan Já, nákvæmlega Bjarni Heyrðu, talandi það Ég hef mikið eitt skrítið skegg Það vex í svona hring Hafið tekið eftir því Ef ég ger Það vex svona til vinstri eins og það sé alltaf vindur í smettið á mér Svona hliðin Það ef ég setja svona niður hérna þá turskast allt svona upp en leið að ég setja svona til hliðar og það er eins með hausinn á mér það er svona það vex í svona einhvern svona hvirfilvind og við erum að spá hérna A spiral Myndi að vaksa öðruvísi ef þú værir hérna sem sagt á syðri helmingi jarðarinnar Það veit ekki Það er góð spurning Svona closet Ég var að spá að lita með skeggi og hvít aflita hárið og setja aðeins dekkra skegg Ég er með aflita hár og lita hona hins vegar Já Hvað, ef ég á ég að dekka þetta eitthvað? Já En pröfaðu fyrst að fara í Photoshop Finnur rétt að lit Já, nákvæmlega Taktu mynd á sjálfur þér En passaðu bara Það finnst það svo rautt sko En passaðu bara að fá rétt Photoshop Rétt Photoshop? Já, guðmur góður Ég kom með rétt Photoshop Ok, það er gott What? Svo lendi ekki Manst ekki 10.000 skjöl á desktopi Já, alveg rétt Já, það var ekki gott Classic Bjarni Ég er svolítið seinheppin stundum Svolítið seinheppin Er þú með tölvuvandamál? Ringdu Jósef Katalan, fuglasálfræðing. Nú leysi ég almenn vandamál. Ég búin að vera að pæla á svo mikið að því mér veist fólk svo skemmtilegt margt fólk og hafið þið heyrt í DJ Flugvél og Gameskip? Já, smá eitthvað en ekki neitt sem ég man. Ég veit að þú talaði um hann áður. Mér finnst hún frábær sko. Það er líka æðislegt nafn. Mér finnst ég hlæ svo mikið af lagi þessari tónlist og þannig er hún á Rás 2. Já, ástæðan fyrir að tala svolítið um skrítið fólk því að það er eða skrítið, já svona öðruvísi listamenn. Já, kreatív týpur alltaf. Já, mjög kreatív en ég veit ekki hvort ég myndi meika að hanga mikið með svona fólki. Kanski, það er alltaf spurningin er þessi manneskja, er hún alltaf svona? Eða er bara, er þetta svona, ok, maður gett alveg, ok, nú er ég að falla í performance karakterin minn. Hún er mjög vinaleg, sko. Já. En hún er svona geðið svona, svolítið speysuð, af því að hún kom einhvern veginn á Ólís. Já. Og og spurði mig hvort að ég hafi séð svona rissbók. Veit ég, svona, hún er með svona glósubók sem hún teiknar í. Hún hafði týnt henni. Og ég fann hana á, grillhúsinu. Og varstu maður að skoða eitthvað í henni? Nei, ég vildi ekki skoða hana. Já, ok. Ég hafði ekki í mér, já. Heyrðu, þannig að ég læt hana vita á Facebook og segi ég sem í bókinu hennar. Já. Og hún geði þetta ánægð og ég held að ég sé kreditaðar á disknum hennar. Já, eftir að hún ætlaði að senda mér disk í þakklætiskyni en ég fylgdi aldrei eftir af því ég vil ekki fá neitt gefins. Ég vill ekki að fólk gerir góði hluti. Veistu hvað er erfitt að gera eitthvað fyrir Bjarna? Það er mjög erfitt að gera eitthvað fyrir Bjarna. Ég veit ekki. Ég er núna bara að bíða í 4 vikur til hann ringi mig og beði mig að hjálpa sem hennar að rampa í fórstöðunni á honum. Það er ennþá að bíða. Já. Og líka með parketti bak við sjónvarpið. Parketti bak við sjónvarpið. Ég bíði ennþá. Það verður awesome maður. Ljósin eru komin. Já, ljósi komin undan parkettinu. Já. En þau komin bara á Kína. Veistu, ég hef ekki farið til Reykjavík. Jú, einu sinni. Tvisvar hef ég farið til Reykjavíkur en ég hef ekki farið í IKEA. Ég var að kaupa þetta parkett, sko. Kaupa þetta parkett. Já. Og það er okkur hægt að selja það svo langt síðan. En þetta verður mjög töff. Það verður svona parkett bak við sjónvarpið og sem að felur snúruna, skilur og svo ljós svona meðfram. Já, þetta er töff. Svolítið töff. En já, sjá hátalarinn sjóa? Hæ? Bassaboxið? Já, sem að ég selði hann keiluna. Já. Og hjálpaði hann með, stafið. Það er að koma heldur vel út. Já, ég býð bara til að þetta komi heildalókið. Já. En við erum að tala um skrítna Íslendinga. Skrítna performance. Öðruvísi listamenn. Og ég var að velta fyrir mér daginn, hvað var Nilla?
Men hann var alveg snögg frægur sko. Nilli? Manstu ekki þetta Nilla? Sælir. Já. En ég rappari í rappljómsveitinni Flow. Þetta allt ömulegt rapp með fullri vinningu fyrir hljómsveitinni minni. En það líka bara til live. Og ég er búinn að vera að stúdera af hverju Milli. Og ég var að hvað svona vingjallegt við hann og af hverju allir það er þetta fullt af fólki sem þolir þetta ekki og hatar hann en mér finnst hann svo vinalegur sko. Úr þessum brúsa, hvers svo að leita minna heimilis húsa, verða alltaf svo fullur, sundubundur röllur, shit, hvernig hvað ég ætlaði að segja, shit. Og það er kannski það af því að hann er svo humble, hann segir þetta er ömulegt rap, en svo framkvæmur það getur alveg komið mjög langt sem sagt að vera auðmjúkur. Já, að, já, að vera hóvar. Að vera hóvar, já, humble eða ekki, hóvar. Svo er þetta einn hérna merkilegast í Íslendingurinn að mínum að því. Það er auðvitað hann Maggi Mix. Já, smá hátína á þessu hérna Maggi hérna Texas. Texas Maggi Texas. Hann er eintak. Hann er eintak. Hann er einstakur. Hefur ekki séð þannig auglýsinguna þar sem tók hana Cotton Eye Joe lagið? Nei, ég mista því. Hefur ekki heyrt það lag? Nei, og hann tók sett sem þú segir hérna hafið þið heyrt ef Texas Maggi hamburgara jú, hvað er með það? Segir nei, segir þú nei er hann að syngja þetta? Já. Hefur ekki heyrt þetta? What? Ég með það. Maggi Texas, komið á Texas út á Granda og þetta eru bestu borgarnir í bænum. Hvað er Cotton? Pizza og 990. Þetta heitir eitthvað hérna, ég veit ekki hvort þetta heitir það á YouTube. Allt álegg, ókeypis, auka álegg. Ég haldur sér aðeins á hár. Ég er frá Nei, sem hátíð. Nei, þetta er bara headphone þig. Texas borgarar. Mér finnst hann alveg frábær. Ég stundu dett bara inn í hérna þáttinn hjá honum. Það er hérna það er þáttur sett Texas borgarar og Maggi Mix. Já, það er hálftíma þáttur. Þetta er lengsta auglýsing í íslensku sjónvarpi. Hann er bara að elda hérna hamborgara og baka pizzur sem eru á staðnum. Já, hérna í Texas. Ég man ekki hvað þetta heitir. Texas borgara bara. Hérna ekki finna, já, þú veist að spila það hérna. Já, finnast það viðtalið sko. Já, en þessi 30 mínútna þáttur. Er það um gummitré? Já. Are you the taker care? Ég púlaði þetta út úr þessum af því að svo er Maggi Mix alltaf að reyna að vera fyndin. Hann er mjög fyndin, hann Maggi. Hann er svona snöggur. En Texas Maggi, hann er ekki að fatta. Þannig að hann bara blæsa. Þetta er eins og þegar ég sé lélæra bandara á Óli sko. Það er bara ekkert kjafta. Hvað er líka þetta? Ég held að þetta sé ekki rétt sko. Loading. Býtu. Þetta lofa góðu. Býtu. Ég held að Nei, þetta er Sóli Hólm. Sóli Hólm gerði þetta held ég fyrir Rás 2 á tímabili. Shit, um okkur hamburger núna. Ég er mjög svangur. Herðu, tala það. Ég hérna er komið með ógeð. Ég ætla hérna að reyna að letast nokkuð kíló. Okkur. Bara, mér líður ekki vel. Ég er okkur að geta öfugt, ég er að þingjast. Ég var að hugsa að hefur einhvern veginn fengið hérna kókupöss með rjóma. Já, hefur fengið nógróp með rjóma. Nei, nákvæmlega. Ég gæti það ekki. Hefur einhvern veginn fengið Er það eitthvað sem þú borðar daglega? Kókó butter, kókó milk. Hefur fengið hérna rétt hérna kransa stíplun og ólís sem að Egill fær sér það er svo gott. Er það frönskuðar hérna með Það eru frönskuðar með baconum og osteinum og sósan. Það eru franskar með brettum osti yfir, baconbitum, barbecue og bernesósu. Yes. Sem að myndi ekki halda myndi virka vel saman. En í þessu virkar geðveikt vel. Þú ert svo sáttu með kynnti fyrir þessu. Þú kynnti mig ekki fyrir þessu. Það var hérna Hjördi sem vann hana. Ég og Jón, af því að í gamla daga þá var ég og Jón alltaf að hanga Ólís. Já, ég var fyrst sem fekk þetta hjá henni. Og hún var að gera þetta fyrir sjálfa sig. Ég veit það. Og svo sá Jón þetta. Og ég og Jón var búin að sjá þetta sko vikan áður held ég. Það geta verið, en ég allan að sá þetta hjá henni. Já, ok.
Ástæðan fyrir að koma inn á það þú getur borðað allt sami það skiptir ekki máli hvað það er bara ég er orðin 62,6 kg hættir sér ok, það er framfyrir helviti gott Yes. en ég þarf að opinbera þetta af því að mér vantar pressu á mig under pressure þú veist ég bara ég nenni þessu ekki Ætlarðu þú veist að reyna að komast í betra form eða ætlarðu bara að léttast? bara leta sko ok og ég ætla, hvað held ég, ok 2 vikur, hvað held ég geti lést mikið ég þarf að hafa eitthvað svona við mér 10 kíló 5 kíló ég ætla að koma með 6-7 kg ok, 10 kíló þú ætla að vera áttið á því að þú ert aðra vikuna að vinna já. Þú ert sofandi á daginn og ert bara að vinna á nóttinni sem er mjög gott, það hjálpar þetta er erfiðara í fríviku sko nei, þetta er erfiðara þarna því þarna er þetta að borða eftir miðnætti nei, það skiptir ekki máli það verður eftir hvernig sólarhringur hans er það geta alveg haft áhrif en ég ætla að vera mjög conservative að segja 5 kíló á 2 vikum ok ég ætla að meira, ég ætla að 6-7 kíló og þú segir 10 kíló já, þannig við sjáum 10 kíló, ég þarf þá að finna ég á ekki vikt heima, ég þarf að finna út úr þessu netto já, vikt í netto þetta var ekki plugg þetta er auglýsing fyrir netto mætið í netto kaupi viktina í netto en ég held að það, þú veist ok, 10 kíló ég ætla að prófa hérna eitthvað sem heitir intermittent fasting er það þá þú borðar ekki sko, þú hefur bara einhvern glugga þú hefur 8 klukkutíma á sólarhring til þess að borða já, þetta sem að Jó er að pröfa þarna já, hvað hann er með 12 tíma samt já, hann byrjaði 8 og svo bætti hann við en hann vill ekki viðurkenna að þetta heitir intermittent fasting af því að ég stakk upp á því hann hlustar aldrei á mig nei, ég er ekki að gera það ég er bara að gera það sem ég er að gera já, minn, það heitir bara þetta ég er bara að gera þetta já, flott bara góður ég elska Jó ég er reyndar ekki að sé hann svo lengi ég sé hann aldrei þegar ég er að vinna af því að ég hvernig væri að hitta vinniðin einhvern tíman hann er að hitta okkur já you got a friend in me já þetta er How about spending some time with the people you call friends, Bjarni? Ég er að því, skilur við ég er í vinnu ykkur núna You, Bjarni You good guy, you The good guy person, you With the smile and the innocence and the fuck you Bjarni, ok hann hingað ekki lengra ég nenni ekki að vera feiti kalli Þangað ekki hingað ok, á þessum 2 vikum ætla þú að þú segist geta list þetta mikið hvað heldur ég ná að þingjast á 2 vikum ok 2 kíló 2 kíló, ok ætlar að vera all in eða? ég er drekja all in uppistandið, þið eru ekki bara að tala um þetta nei, ég er all in, ég er nú þegar all in í þessu ok ég ætla að reyna að ná hvað ég ætla að ná hvað 68 fyrir 20. nóvember ok Hvað er núna? ég er 62 Ok ég segi 5 kíló 5 Vil kíló það á mánuði? já Svo þú ætlar að þengjast 10 kíló á nei, 5 kíló á mánuði 5-6 kíló Já, ok ég held að þú getur það alveg að því ég var að pæla með hann á 2 vikum já, en ég er bara að tala núna á 2 vikum hvað heldur ég nái? Þá held ég myndi segja 2 ég hef aldrei verið svona þungur áður 2 kíló, 2 kíló 2 kíló Bjarni? 5 kíló nei, ég segi 4 kíló að ég veit að þetta er ógeðslega erfitt þetta er ógeðslega erfitt sérstaklega því ég léttist hálft kíló alltaf þegar ég sef já, mér finnst það, þú veist hvað er þetta eiginlega? við erum að heyra í gabba hann er bara að brenna já ég er með ofvirkan skjaldkirtil já, ok, ofvirkan skjaldkirtil yes. og líkamans er bókstaflega að brenna þú veist bara ég þarf að vera borðandi 24/7 ég verður prófa að gefa hann mat í hátíðalif ég er að reyna að taka eins fáli og ég get gengur illa já, nei ég veit ekki hvort að þetta sé læknislega sniðut við getum spurt Gabba næst þegar já, ég var til að fá hann í þáttinn já, definitív þá getur hann gefa okkur physical já, við slum ekki lofa hann inn við veitum hvað gerist þegar lofa þá fer pressa á mig og ég verða að standa á það sem ég segi og þá kemur magasár og þá bara fer allir matur út af maður og Bjarna og hann getur 20 kíló já, nákvæmlega þannig að við ætlum að lofa ekki miklu í næsta þætti ætlum við að vera með svona gullverðlaunaðan hérna risa styttu þetta var löng setning og Bjarni ætlar að halda hérna svona keppni og það var allt mjög vel skipulagt og Bjarni ætlar að sjá þetta allt saman en það er eftir 2 vikur
Já, 2 vikur Af því að hann þarf náttúrulega að Hann þarf að halda Biggest Loser hérna Borgarnes. Já, hvað með að halda bara Biggest Loser Joe's Dungeon? Við höfum reynda held ég. Nei, það var þetta bara Get Fit. Já, ok. Sem að Geir stofnaði. Sko, núna Jói að léttast. Það staðreind. Hann var að léttast mjög langa tíma. Svona hluti taka langan tíma þannig. Já, en hann all in núna. Bara, ég hef aldrei séð hann jafn mikið all in. Sem mjög gott. En ég ég þarf að gera eitthvað í mínum málum. Ég ekkert feitur, skilur þú? Nei, hvað? Þetta er ekki menni, þú finnst vel út. Ó, takk. Það bara, þú veist. Ég ekkert spikfeitur, skilur þú? Nei, þetta er alltaf menni. Annars að ekki takast skotið eða hósið neitt, mér finnst það bara rosalega bjarnalegur. Ég svolítið bjarnalegur. Þú ert bjarnalegur. Þú ert knúslegur. Kvelli. Hann rosalega faðmlegur. Já, þú ert faðmlegur. Ég faðmaður. Þarna kom þetta. Það var svona, já. Það virkaði. High five. Herru, hafði einhvern tímann, ég hef búin að vera að keyra beinskiptan bíl svolítið tíma út af vinnunni, skilur en beinskiptu bíl og svo einkabílinn okkar sjálfskiptur og þeir eru að keyra fram hjá Melahverfum daginn, við vorum að leiðin á Akranes ég og konan og af einhverju ástæðu hélt ég að ég væri í beinskiptum bíl ennþá ég steig á bremsuna eins og ég var að stíga á kúplinguna á niður brekkuna þegar ég var farin á Akranesalvegina en sem mjög gott, ég þarf alltaf að gera mistök til þess að læra þeim hvert einasta skipti núna þá þarf ég að hugsa mig alveg 2 eða 3 hvort ég sé á beinskiptum eða sjálfskiptum bíl en það er mjög vandræðilegt sko því ég snarhemlaði, heyrðu og konan vann titilinn Já, tók að því sem bara sjúklega ánægði með þetta Ég get ekki keyrt beinskiptan bíl eða þú veist, ég er bara búin að gleyma því og ég bara fer í eitthvað svona kerfi það var einhvern tímann að þeir voru að vinna á landnámssetturinn dálítið síðan og hún Áslaug sem er hann að vinna hana hún sem bað mig að færa bílinn hennar var hann uppi á dæminu þannig ég þurfti bara að bakka niður og ég eitthvað slögt á bílum kveikja ég eftir bakka svona slögt á bílum svo bara svona lappaði inn ég get þetta ekki ég játa mig sigraðan þú náttúrulega þú sjálfskipti guður og það er bara svo langt síðan og þetta er einn af þessum hlutum sem heilin minn bara svona hefur hent út af því þú þurft að muna þú veist hvernig átt að resæsa hluti í mæja og eitthvað það er svo Homer leikur kemur inn þá er þetta annað hvað er það málið með þarna hliðið ég veit að það er að reyna að fela ruslatunnurnar upp á ég held að það sé það eina sem þetta er en þetta var komið upp hvað, brotnaði þetta svo eða? Ég veit það, ég held að það sé bara til svona að loka þess af Þetta er gert, þetta er mjög ósnirtilegt, skilur við Já, þetta er meira svona, þú veist þetta gæti verið, þú veist, bráðabirgð Bráðabirgð Eða þú veist bara svona að það Ég með svo skrítið að því að það var búið að loka þessu Þetta var orðið flott, skilur við Lokað með þessu flottu hana tréverki Svo veitu, að því ég er ekki búin að fara að skoða þetta Þetta er brotið núna og bara lagt til hliðar Getur það bara að fara í vindunum með einhver túristi bakka á þetta Það er tvent líklegt, túristar að bakka á og vant veður í Borgarnesi Já, túristar að bakka Eða bæði Túristar að bakka og vant veður í Borgarnesi Ég var að keyra í morgun og þetta er pínur racist en það var bíl sem var að keyra frá Akranesi og hann rásaði rosalega mikið og ég var alveg á báðum áttum að hringja lögguna sko, ég held að það var eitthvað blind fullur eftir eitthvað partí þannig ég keyri bara hægt á eftir honum Þú fylgist með? Ég fylgist með, þú veist og var ekki alveg viss svo beigjaði inn á Ólís og stoppaði þar og fara inn þá var þetta bara einhver asísk kona Þetta er racist Þetta er einnig svona stereotýpa einhver en ég er ánægður að hafa ekki Vittlaus reference Nei, þú veist að þegar stundum ég held að ég hef einu sinni hringt í lögregluna að því ég sá einhvern sem var að keyra gett sem sagt hvað sem er chaotically Já Ég er öll orðin hurfu Öll orðin En yfir hérna þegar hafið einhvern veginn lendið því að vera með einhverjum og einhver hringir þig og segir þetta er einhver sem þekktu með einhver leiðuleg eftirnafni þessi þetta eða hvað eins og dæmi, þú veist, Jói Bicep Já, Jói Bicep það er referensan, hann er þekkt sem Jói Bicep Já, þannig að þú veist þá veit ég hvaða Jóa þú veist Já, eins og ykkur myndi segja, þú veist, Jói Feiti eða, þú veist, sem er leiðilegt sem er leiðilegt, þú hringir og bara, já, ég er Jóa
Jó, hverjum? Já, menna sem sagt Já, veit það Ég fór Í staðinn fyrir að vera breytti því yfir í svona Jói Stóri Já, ég gera það líka núna og fólk er ekki alveg náinn hvað hvernig er að tala ég segi Jói sem var kallað Jói feiti en núna kallað Jói Stóri að þennan byrja að taka sá Ég hef aldrei verið spurður á þessu Hefur aldrei, þú veist, verið eins og eða þú veist með andra Já, það var akkur það sem ég farið, sko að vinur minn var að skuttla honum heim og mamma hringir og spyrir hvað ertu? Já, ég er bara að skuttla honum andra heim Andra ég veist þarna andra þarna Þorvarður Andri Já, svo kom hann Þorvarður Andri Svo heim sem mann skeitt hátt Já, Andri svarti Hann bara, já Ég ætla að klippa þetta út Alltaf að klippa þetta út? Já maður, ég kann ógeðslega vel við hann Já, og ég er ekki að skjóta á hann Nei, ég veit það, en ég vil ekki Hvað megi? Herðu, ef við að fara að taka völdina á Bjarna Það var að kvæta út hluti hérna Nei, Hvernig byrjaði þið vitið ef ég Hvernig byrjaði svíperinn í síðast þætti? Hvernig? Í heimi þar sem allir, taka eitthvað allt og ég veit ekki, vælukjóa, eitthvað ég man ekki hvernig svíperinn Já, það sem viðkvæmir hafa völdin það eru 3 menn sem var mynda andspyrnu Já, nákvæmlega og frelsa heiminn Kemur Bjarni og gott allt út Já, þú veist, ég segi þetta samt en ég hef ekki gert það nýlega sko. Já, ertu að kvæta þetta út af því að þér líður illa yfir þessu En þú sagðir þetta ekki Já Nei, en ég tengdu við hennan þátt skilur. Já, og við líka Já, góð punktur Menna, við erum tengdi við uppistandi sem þú komst með á hann Já, nákvæmlega Og við erum ekki að kvæta Nei, ok Fólk geti haldið við svona húmor Og ég er nokkuð sem að enginn sem þekkir hann eða ég hann sé að hlusta hann þátt Nei Og með þess að ef þeir eru, þau veit að nákvæmlega hvað við erum að tala Það er enginn sem heldur að við höfum eitthvað á mótið Þorvarðandra Nei, hann mjög fín Góðu vinur sko Já Komin í lögguna núna Já, en svo lögga Hann var okkur til netto á hann Ég er ekki að plugga neitt sko Hann var netto á hann Og kefti kjúklingabringur Ég er ánægð með lögguna hérna í Borgarnesi Ég veit ekki, þú veist Ég er mjög hrifin að svona líka flestin þeirra Ég þori ekki að segja neitt því að lögga nákvæmlega minn lögga sko Býtu hver er það? Hann Steini Þorsteinn Þórarinsson Ég man ekki hver Heyrðu það á Facebook Jú, ég held ég veit hver Steini Það eru svona þeir eru líka með svona nöfn þeir eru þekktir eða ekki Já, ég er ekki að segja hans Það er, hvað er það? Er það Jón Góði? Jón Góði Hann er frábær Svo er það eldri Steini sem er bara kallað Steini Lögga Steinlögga Er hann ekki komið til Reykjavíkur? Hann er á og til hérna Og svo er það, ég ætla að segja það Steini Handalaus Já það er það sem ég held Okkur Hann er í bara Af því að hann var í handbolta Hann var alltaf í handbolta og hann gat ekki varið raskat Það var eins og hann verið handalaus Já, þannig að kallaði Steini Handalausi Og mér skilst á honum líka Tekur hann því illa? Og svo var það Ég vil ekki að það sé reyta hérna stúdíóðu okkar Já, hvað ætti hann að finna? Að það planta í glugganum Það er avokado Heyrðu, þetta er aloe vera Er ekki búin að gefa þessari plöntu að drekka? Geða hann að drekka? Egil, geða hann að drekka? Svo gerur ekki brjálaður Já, við erum að Heyrðu, já Geir, þú ert að hlusta á þetta Við erum bara að grína Við erum búin að vera að gefa hann að drekka Það skrítið með aloe vera plöntu það þurfa ekkert svo mikið vatn Samt fullar af juices sem að laga alls konar Það er nú máli, það eru svo góðar að viðhalda vökva Já Það er kunnað þetta Er þetta eyðimerkurplöntur eða? Jú, ég held að Já Vissu það að agaveplantan sem er náttúrulega til að búa til tequila er bara gagli í að búa til tequila Agave? Já Agave síróp plantan Þetta er Steini Lögga Junior Loading Ég veit ekki hvað fólk þetta er Yeah En já, þeir allan að standa sig vel Þeir voru mjög töff í gær á ballinu Bara svona Og líka 2 bílar Var nóg að löggunum Ég held að það verið 4 að 5 bílar sko Sem að hérna Þegar ballið byrjaði voru 2 bílar Já Það er ekkert betra að gera Nei Harass young people Sem er, þú veist, í sjálfu sér bara mjög góður hlutur Ég nefnilega, já, þú veist Ef löggan hefur ekkert að gera þá þýðir að það er lítið að hérna glæpum í samfélagi Hún var allan mjög sýnileg Já sem er mjög gott Fólk var ekkert hérna Fíbl Nei, ég held að það hef ekki verið 1 fíbl í gær
Ekki sem ég veit um Þú veist, ég frétti ekki af neinum Ekki nema sá sem að tók mjólkurferðina hendan á dansgólfið Það var ljótaðir Herðu, já, sami gaur heldi kannski mjólk yfir vinnubílinn minn. Óþólandi. Oh my god. Mjólk. Skóla þess á honum. Veit hann ekki að bíllinn hans sem er mjólkuróþól? Ég reyndi að setja mjólk í gastangin og það virkaði ekki. Ég held að það sem er mjólkuróþól. Ertu búin að pröfa að skipta á stefnuljósavökvanum? Stefnuljósavökvanum. Eða loftið í dekkjunum getur útrunnið? Já. Við vorum alltaf að þegar ég var að vinna sem kokkur á Hotel Hamri, það var með mjög skemmtilegan yfirmann, eða yfirkokk sem að kendi mér mjög mikið bæði í samskiptum og svona í lífinu, gaf mér góð ráð, skemmtir ekki máli. Það komið stundur svona aðri nemar einhvers staðar að og það var einn mjög trúgjarn og vorum alltaf að segja hann að sækja eitthvað inn á þurrlager, bara eitthvað sem er ekki til sko. Nei, hann var að fara að sækja hortvinkilinn inn á þurrlager, segjum við hann, og hann kemur ekki, bara 10 mínútur, svo kemur hann tilbaka, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er hann í hillunni hann að hægra megin, þú verður bara að leita að þessu, og hann vildi ekki viðurkenna, hann vissi ekki hvað þetta var. Ég held að það hafi verið sko hálftími þegar við getum ekki haldið í okkur lengur og skellum bara upp á hálfvitandur eitthvað. Is something wrong with the left phalange? Yes, það er, já, það er mjög gaman þegar maður er að vinna á stað og það kemur nýr starfsmaður og maður getur svona, yes. Það er alltaf gaman. Ég er rugglaðið síðan. Það er eini gallin við, við gerum það líka á dekkiðastæðinu. Alltaf var stríð eitthvað, ég og Júno. Júno var mjög sniður. Við gerum það líka í HS verktak þegar það voru í sínum tíma. Og vinnubílinn sett, ef þú tekur handbremsuna, byrjar hann að pípa. Þannig að alltaf svo sem satt fyrir aftan, af því að það er greið leið til að fara í handbremsuna. Og letu nýja aðalann keyra, ef bílpróf. Svo laumaði sér einhver aftur í og ítti undir, byrjaði bílinn að pípa, hann bara shit, oh my god, svona djók. Þetta er alltaf gaman. Ég er ekki í stöðu núna þar sem að ég get fokkaði fólki? Já, það er ekki. Það er illa séð. Það er illa séð, sko. Ég er samt með mjög góða yfirmenn. Þeir eru miklu húmoristar. Ég skipt lás. Kongi ekki vel að komast inn í fyrramáli. Pranksters. Allt frábært fólk. Það er dett inn á hvað var það aftur? Ansvítans. Erum við búnir? Erum við bara búnir með hlut að tala um? Við erum búin að tala um allt Unprofessional sem hægt er að tala um. Það er bara búið. Hvernig fer í bæinn eiginlega? Ég held ég fari í kvöld. Ég held ég verða að fara í kvöld. Hvernig ferðu alltaf? Ferðu bara með annarkvæmt fer með rútu eða far. En leiðilegt. Ertu svo sóttu bara við Mjóti eða? Nei, ég fer bara með rútu allavega heim. Já, ok. Það er þægilegt. Já. Það er mjög þægilegt. Og mér persónulega finnst til dæmis þægilegt að vera í rútunni. Frítt internet og svona? Já, eða veist, ég er ekki hræddur við rútur eins og þú. Nei, ég þarf að prófa þetta samt aftur. Ég þarf að gefa þessu tækifæri. Taktu með GoPro myndina, please. Já, ég verð að gera það. Þessu svo sveina ekki að mikið. Oh my god. Það er fólk. Oh my god, það er induri hérna. Það er með tösku. Það er einhver maður hérna, hann er hvítur en hann er ekki íslendingur, ég skildi ekki. Ég veit ekki, ég verð að vita hvað hann er, annars gæti hann verið hvað sem er. Bara út með ykkur. Já, hérna. Wow, hvað er gott. En hérna ég er svangur, maður langar að elda með juicy. Ég er að fara í læri hjá skólapróðar eftir Lambalæri. Læri, tækifæri. Ég er að detta inn á, það var akkurat að detta inn á klukkan hjá mér núna. Það byrja klukkan 6. Ég hætti að borða klukkan 2 í nótt. Já. Svo borði ég ekkert aftur fyrir klukkan ég reyndar að fara að snúa á morgun. Það gæti orðið vesen. Já, það bara snúa. En það er snúa af því að þetta verður örugglega mjög auðvelt fyrir mig af því að ég kreif ekki, skilur, gos eða ég kreif ekki nammi. Þannig ég fer ekki út í, og þess vegna er ég búin að halda mig svona geðið svona, bara ég er búin að vera svona geðið lengi, skilur. Já, eins og alltaf þegar ég er að spila tölvuleiki þá verð ég að vera með eitthvað mörg, ég verð að vera með einhvern mat eða eitthvað. Okay. Og talandi tölvuleiki og misti ég maður svo nýtjamarkaðunum á laugardaginn í gær. Ég keypti með Tony Hawk's 3. Oh my god. Á PlayStation 2. Ég er að byggja upp PlayStation 2 safnum mitt eftir að það hvarf. Hvernig fékkst þú hérna Wii samt? Bróður minn og ég keyptum hana saman 2011.
Já. Þú ert með mjög gott setup heima. Spáni, já takk hjá Þetta er mjög gott. Og ég er ánægður líka með tölvu. Ég vissi ekki að þú væri með tölvuherbyggi sko. Þetta er fataherbyggi. Þú veist, þetta er fataherbyggi en þú ert með Með stúdíó. Já, þú ert með svona hot. Nei, þetta er svefnherbyggi og inn í svefnherbyggjunu er auka herbyggi sem heitir fataherbyggi. Og í hotninu á fataherbygginu, það er svo vel einangrað fínt. Þar er að setja upp svona innan gæðslapa stúdíó. Nice. Sem að við þurfum aðeins að skoða því að þú keyptir hérna hljóðkort. Keypt með mjög flott hljóðkort, kom með fína mic. Þetta er mjög góð mic. Betri en Ég er geðið ánægður, veistu þið hvað ég er ánægður? Hann er svo ánægður að keypti annað mic. Ég var ekki búinn að sjá konunum frá þig. Ég var að klippa þetta út. Já, ég er akkurat að tala hann hérna núna. Ekki segja henni það. Bjarni var svo genuinely ágjöfull. Ekki segja konunum minni. Ég segi bara þetta sé Snembúin jólagjöf. Af hverju höfum við ekki efni á mat þennan mánuð? Hann hlustaðu hljóðgæðin í þessu. En taldu um jólagjafir. Ég þarf að missa mig jólagjöfin í Bandaríkjunum. Guð minn góður, já. Ekki kaupa neitt handa mér. Víst. Nei, ég notaði sína jólagjöf mjög mikið. Hvað var það eftir? Leðu grifflurnar. Alveg rétt. Þú mátt kaupa aðrar handa mér. Skal kaupa aðrar handa þér? Ég nefnilega, þú veist, ég er lélegasti. Ég kaupi lélegustu gjafir. Það er svo gaman að gefa gjafir. Mér finnst það mjög vandræðalegt og vont ofta að fá gjafir. Ef ég veit ekki hvað ég á að kaupa handa fólki þá býð ég til eitthvað sniðugt. Já, mér finnst það reynda mjög töff. Gítarinn. Já, gítarinn var mjög góð gjöf. Tók sér að gítar sem ég átti. Það ekki jólagjöf fyrir mörgum árum. Setti myndir af pöndu. Setti myndir af hundinum hans Bjarna, konunni, dótturinni og hundinum. Og smetti á mér, það var reynda reyna. Já, ég setti mynd af þér og svo leti ég alla vinina skrifa upp á Hálsinn. Þetta er sjúklega töff gjöf. Heyrðu, ég bjargaði gítarnum af vegnum í gær. Ég keypti hann AliExpress gítarhald Svo var ég eitthvað og ég var bara labbinn í herbyggju og bara what? Þá er gítarhaldið bara, þetta er bara plastdrasl. Ég hef aldrei átt að kaupa þetta. Ég fekk einhverja málverk eitthvað frá Samma eitthvað tíman og það er inn í skáp af því að það pirrar mig að horfa á það. Málverki sem þú gafst mér útbrendað myndin, hún einhver inn í stofu og far mjög mikið hrós. Ég held að mál var að því að myndin er svo gammal, það er eitthvað efni á henni, ég veit ekki hvað nota er en það er svona mylur af henni litur. Já, ég notaði, hvað heitir þetta? Krít eða eitthvað. Nei, þetta er einhver tegund af kól. Já, og það það mylur svona af henni og svo var þetta líka þú teiknaðir af einhverjum ástæðum í mínum stíl. Já, teiknaði þig í þínu stíl. Og það fór mjög í taugarnar á mér bara svona, af því að ég sé þig teikna, þú teikna gett vel. Þess vegna var ég bara af hverju þetta teikna minn stíl og gefa mér mynd í mínum stíl. Mér finnst það bara flott. Og þess vegna ég var bara svona þú ert mjög vanþakklátur. Nei, það var alveg málið. Og svo sem að því að mér leið svo, við varum svona pirraður út í myndina og að því að þetta var gjöf, þá var ég leiður yfir því ég gat ekki verið ánægð með þetta sem lét mig vera meira pirraður út í myndina fyrir að gera mig að slæmri mannesku. It was all a plan. Vel gert, já. Ég var bara hefna mín fyrir að fækst í kæristu. Það er alltaf hægt að gefa mér hot sauce. Ég klárar aldrei, skilurðu. En ég fæ mér alltaf, stundu fer ég inn í ískáp, læðist, vil fá svona eitthvað svona að því þetta er pínu fíkn sko. Eitthvað gott í munnin. Svo, þessi þarna, djöflasósan þarna sem er í bollanum sem að ég eitra fyrir allan daginn. Ég er eitthvað eftir í henni eða? Passa þig, ekki fá þetta á þig. Þetta er bara þetta lítur út eins og blóð. Það er svona demon blood. Hann Júno keypti hana, ég sagði þetta daginn, hann Júno keypti hana sósu sem að brennur allt öðru seldur en þessi og ég þarf að koma með hana og leiða ykkur að smaka. Hafið þið fengið hérna Azteca Kakó eins og sem Geir kallaði það? Azteca Kakó. Af því hann gerir eitthvað sé blöndu sem er það er svona spicy kakó og það virkar geðið vel. Ég er búin að vera með heyrnartóli vitlaus allan tíma, fyrirgefðu, hvað segir? Heyrður allt öfugt sem hún var að segja. Oh my god, byrja på nýtt. Já. Og nú klikkaður á rewind. Já, nei, jú, ég er búin að týna þessu. Já. Nei, við verðum að gera það. En já, sem sagt spicy Spicy. Ég elska þetta. Hún er mjög lélegur að ferðast í gegnum. Spicy Icy Leon C. Hvað segirðu, hvað er þetta? Azteca Kakó. Hann kallar þetta Azteca Kakó af því að sem sagt kakóbönirnar voru upprunalega sem sagt þarna í Mið-Ameríku, Suður-Ameríku. Já. Og
Nei, það getur verið í Afríku. En basically þeir sem sagt, þetta eitthvað svona kakóblanda. Hann gerir sjálfur með bræða súkkulaði þannig. Og svo setur hann eitthvað svona krydd út í þetta sem gefur þetta svona smá spicy. Okay. Og það virkar mjög vel með súkkulaði bræð. Sem sagt svona spicy og súkkulaði. En talaðum að taka öðru Múskat. Breyta þess til venjulega. Þá smakkaði ég í sumar Sæði bestu sætu kartöflur sem ég smakkaði. Svona sætu kartöflumús. Já. Með Sigurpúðum. Já, það er geðveikt. Og það var eitthvað meiri í þessu, ég fekk uppskatana því mér var það geðveikt. Maður setur sko besta sætkartöflumús með kjöti sem maður getur fengið. Það er bara oppbaka sætakartöflur. Sírúpi kemur svona út í þeim og svo hendur þeim í Moulinix vél, nákvæmlega svona. Smjör á meðan þetta er heitt og púðusykur. Ég er mjög svangur. Púðusykur og ég myndi aldrei setja sykurpóða samt. Ég smakkaði þetta. Þetta svona litlir. Er þetta ekki svo bakað inn í ofni þegar? Jú. Já, bakað með sykurpóðun og svona ofan á. Sykurpóður og púðusykur. Þetta kemur mjög vel út. Ég er geðveikt svangur. Talandi að setja púðusykur á hluti, púðusykur og bacon. Já. Eldaði upp á bjór. Oh my god. Þetta heilla mikið neitt. Já, núna náttúrulega er ég komin í svona zen mode, skilur við. Af því að nú er komið smá pressa á kallinn. Já. Tölum að geta juicy matlinu Bjarna. Já, það er alltaf lagi. Yes. Ég þarf ekki að fá mér. Verður við aftur vera með jólaboð? Já, það er undir okkur komið. Já, við ætlum að hafa svona jólaþátt. Við þarfum augljóslega verður Já, við ætlum að taka hana, herðu, jólabjórnsmökunin, ég kom minna aðalega í það. Daniel Andri. Alright. Verður ykkur að góða strákar? Já, við erum með síka eitthvað tánpítsu. Taldu pítsu. Nei, að því að ég og Daniel og Geir pröfum þetta fyrir það. Keftum bara 20 tegundir af bjór, jólabjór. Eigum við að taka upp, sem sagt við getum verið með myndavél og tekið það upp og svona kliftað eitthvað inn í þáttinn þegar við förum ekki að kaupum bjórin. Já, við getum gert það. Já, þú veist að þetta getur svona skemmtilegt production. Já, talaðu skemmtilegt production fyrirgeðasami. Getur þú fært popfiltinin aðeins nær? Svona, já. Já. Svona, er þetta betra? Þetta er miklu betra. Fyrirgeðasami. Já, gerði þetta í lokinu þáttinum. Klippum þættin í miðum þættinum. En ég var sett já, við gerðum, keftum með þessar 20 tegundir og svo voruð við að reyta þetta sett frá 1.5. Já. Og síðan funduð þið bara besta jólabjörn og drukkum hann. Þetta er við verðum með eitthvað svona dæmi og og við gerum þátt hverja helgi í rauninni og þannig að þú veist í desember þá getum við verið með þú veist ég get komið heim með bandarískan jólabjörn. Það er alveg rétt, þú getur smyglað inn bjór. Nei, ég er með toll. Nei, það er alveg rétt. Ég er orðin 20 ára. Býtu, það er samt import. Verður hann ekki að vera imported? Verður hann ekki að vera... Nei, ég get komið með það bara... Er ekki eitthvað lög í matareglunum? Nei. Svo lengi sem hann þetta er löggilt fyrirtæki sem að... Hvað er þetta? Draugur. Goddammit. Geiri komin. Geiri mættur. Svo lengi sem þetta er löggilt fyrirtæki þá áttu að geta að fara inn með bjór. Ok. Já, og þú ert ekki að selja hann. Já, ég er ekki að selja. Þá þarftu sérstaklega leyfi. Þá þarf ég vinnveitingaleyfi. Já. That one. Sem við höfum ekki. Sem ég segi bara, já, ég er að ná þetta fyrir dúsa. Já, þetta er í fyrsta sinn í svolítinn tíma sem að dúsi er nefndan nafn hérna. Já, eitthvað með bjór. Við hefum átt að bjóða Júnó í staðin fyrir uppistandana. Júnó hefði komið. Já. Hann er reyndar alveg uppgefið núna. Greið strákurinn. Mikið að gera. Hann er á dekkjastæðinu. Taldu það, ég er að fara að byrja þar aftur fljóðlega. Úps, ég glemdi að segja konur frá því. Hjördís, ef þú ert að hlusta á þetta þá veistu hvað Bjarni núna gerir í lífinu. Það talar greinilega aldrei við það sem Bjarni gerir þannig að gefum heim núna eftir. Hjördís, sest á þau sniður áður hlustar á þáttinn. Sko opna buxnaklögg. Ertu þá að fara að hætta hjá Securitas? Nei, aldrei. Elska Securitas. Ertu þá að fara bara Ertu að taka svona aukavinni þannig? Já, þetta er bara auka. Þannig að við erum ekkert að sjá þig meira. Jú. Nei. Allar að því þú veist að við erum að taka þátt. Við tökum upp. Þetta gerist alltaf þegar þú ferð í doppelvinni, það bara hverfur. Nei, við sjáum, heyrðu, nú er ég bara að breyta lífstíl. Nú er ég að breyta hvernig ég haga mér í lífinu, skilur við. Ég get ekkert gert í því að vera stressaður þegar ég er alls konar svona að gera. Hefur heyrt áður, Egill? Ég hef heyrt áður. Nei. Jú, kannski.
Ég ætla að taka mig og ég ætla að vera aktív Bjarni. Ok, nei, við þurfum að finna eitthvað út úr þessu. Já. Kljóðum svo, þú þurfur að finna eitthvað út úr þessu. Kannski er það fyrir eitthvað þannig, svolítið. En, hvað viljið þið gera? Hæ? Ha? Hvað viljum við að þú gerir? Hver dó og gerði þig að Jesús? Nákvæmlega. Nei, núna, þú veist, þetta er það sem við gerum. Þessi þáttur. Já. Svo lengi sem að, þú veist, já, þetta er gaman. Það djúlega töff með þetta. Oh yeah. Shake. Keypt svona brúsa í Netto. Æ, við erum alltaf að plugga Netto. Þetta er ekki plugg. Það er eina búðin hérna, fyrir utan bónus. Og Hagkaup. Hagkaup, já. Hafið verslað í FOF? Nei. Ég hef ekki farað þangað inn síðan þetta varði FOF. Ég farið þangað inn til þess að reyna að finna föt. En svo bara. Og verið bara, nei. Já. Ég kaupi mikið af fötum á netinu. Já. Og það er annars að því að meira úrval og ég get fundið mikið meira svona cool stuff. Ég fer að kaupa fleiri föt þegar ég er búinn að léttast 10 kíló. Ég ætla að verðlauna mig með því. Ég keypti þarna kublinn minn á netinu. Flottu kubl. En ég talaði það að léttast að kaupa hann í ný föt. Já. Þá er vinur minn að koma með til Bandaríkjanna sem hefði búin að léttast töluvert mikið. Og lítur bara mjög vel út. Hann er Birkir Már. Já, hann lítur vel út. Hann lítur mjög vel út núna. No homo. Hann er mjög sexy. Já, mjög sexy. Og hann þarf núna að kaupa inn allt nýtt. Já. Hann ætlar að gera það í Bandaríkjunum. Það er tilvalið. Hvað gerði hann? Black Friday. Hann var bara mjög breytti öllum mataræði og tók sér bara mjög vel á ræktinni. Já. The Gimbra. Það er alveg hægt. Ég hef alveg gert þetta áður, skilur. Ég léttist 30 kíló einu sinni. Varst með vírus? Nei. Ég ákvað bara, ég var hann þreytur. Ég léttist einu sinni 8 kíló á einum degi. Það er þú ekki... með vírus? Nei. Hann með næringu hefði mátt ekki borða. Ég þarf að prófa það bara. Fara út í þannig pakka. Þess að keira hérna í Securitas með svona IV bag í hliðina þér. Svo svona lappar út. Það er svona, hei, hver er þetta? Með svona hlaupað með svona skjálfandi IV. Kringlar í þessu öllu. Nei, ég ætla að gera þetta á náttúrulegan hátt, skiljiði. En þetta bara snýst mataræði og ég þarf að drölla með ræktina eftir. En þegar Bjarni verður komið fórum þá bara Nice butt. Yeah. Oh, what? Hvað er í gangi hér? Þátturinn er búinn. Mér heyrist það. Er þetta þátturinn búinn tónlistin? Nei, þetta er plugg tónlistin. Plugg Þetta er plugg tónlistin, já. Bannað að plugga Netto. Já, þeir eru búin að fá nóg. Egill? Þeir þurfa ekki meira. Ég ætla að plugga Funhouse. Funhouse? Já. Hvað er það? Það er YouTube-rás sem ég horfi geðið mikið á. Ok. Og þeir aðalega svona video game related stuff. En þeir eru bara geðið finnur. Þeir eru búin að vera í gangi. Sem sagt, hópurinn er búin að vera í gangi geðið lengi. Þeir héta einu sinni Inside Gaming. Og sem sagt, en núna heita þeir sem sagt Funhouse og vinna fyrir Rooster Teeth. Og ég vil bara plugga af því að sem sagt allur tíminn sem ég er, þú veist, eitthvað í skólanum að vinna, þá er mjög góða líkur að ég sé með eitthvað frá þeim í gangi. Er þetta podcast á það? Þeir eru með podcast, þeir gera svona edited þætti, þeir gera grín eða svona, og þetta er mjög mikið svona improv dæmi. Þetta er mjög mikið húmor sem kemur í hérna production. Ég er bara á svona mjög mikla samleið með þeim. Ok. Og mér finnst þetta mjög fyndin. Já. Þannig að, jú, Funhouse. Og það er stafað eins og svona F-U-N-H Funhaus. Já, Funhaus. Eins og hérna þjóðverðar myndi segja, Funhouse. Funhouse. Samuel and Pluggy Plug. Pluggy Plug, herðu, ég ætla að plugga Sparkling Ice. Er það? Já, þetta er rosalega góð drikkir. Ok. Ég er ekki svona. Og fórst þér Netto. En allavega. Hvað voru að segja? Hvað var ég að segja? Netto. Já. Já, þetta eru mjög góð drikkir. Ég verði svolítið væmir. Þú ert væminn. Vá. Þetta er bara hörðust á. Þessum leikstjóran. Fuck you, Bjarni. En já. Eru til fleiri tegundir, bragðtegundir eða? Þetta er kífi og jarðabæra. Kífi og jarðabæra, ég pröfa líka hérna appisínu. Mér finnst það betra en appelsín. Það? Já.
Gósis, ég manna það ekki. Já. Þetta er Sparkling Ice. Sparkling Ice. Já, Sparkling ég verði til Ice. að prófa hérna appisínu gaurinn. Já, málið með hana. Það er að prófa hann. Já, kíkja í búðuna sem að er kend við Netto. Sem er kennd við þyngd. Já, Netto. Þyngd? Já. Netto þyngd. Gengur ágætlega að hrúa upp þessari steypuhöll á það fyrir framann. En Bjarni? Ég veit það ekki. Heyrðu, já, hérna Virnet. Rafmagnsvestið á Virnet. Specifically rafmagnsvestið. Já, ég er að reyna að gera upp hérna smá ATV fjórhjól sem er reyndar afturhjóldrifi, lítið. Það verður flott í vetur maður þegar maður hefur ekki hjólið. Okay. Þeir hérna rettaði mér, pantaði stefnuljós, afturstefnuljós á AliExpress, kom á meðtíma 16 dagar, ég hef aldrei fengið dót. Er það eitt plugg í einu? Ó, já, AliExpress, takk fyrir frábæra sendingu. Og hérna já, þeir skipta hérna tengi, svo ég geti kasta þessu aftan á fjórhjólið. Svo ætla ég að vera með shoutout Birgi Þórisson. Goddammit, það er eitthvað ástæðan fyrir að ég vildi Hann sem bilar á bassa? Nei, hann er einn af þeim betri hljómborðsleikunum hérna á Vesturlandi. Sem að bæða við lánaði okkur ljóðkortið. Alveg rétt. Já. Ég mann ég fór að sóta það þessu kaka. Já, Þú ætlar ekki að fá hann í þáttinn? Jú, alveg klálega. Það væri gaman að fá hann og Orra saman. Herðu, við erum okkur með hérna skemmtaran. Allt tilbúið. Allt tilbúið. Það var eiginlega svakalega Já, ég spurði hann daginn hérna í jólaþættinu og þá geti hann verið með dinnertónlist. Með við drekkum bjórinn. Með við drekkum, já, í bakgrunn. Já, hann er með og spilaði dinner inn á milli, skilur. Eins og var, já, ég sá hann þegar hann var með bítla-uppstandi. Bítla-uppistand? Nei, bítla pubquizið á Skaganum. Já. Voru þeir með tónlist þá? Já, þá voru þeir að spila lög. Já, ok, já, það var hluti af Já, og það var bara mjög flott í hann. Ég hef úgeðslega gaman hann. Og já, ástæðan fyrir að ég spilaði Toto í byrjunarlæginu og Spock Spiritis, að hann alltaf dundra á mig einhverju svona á Messenger. Forhóðarástur. Svona alls konar tónlist sem að sem að ég var búin að gleyma að ég fílaði. Þannig í nótt tók ég gítarinn maður og píkaði með Toto. Það sem ég var til að pröfa er að vera með hérna það sem við tökum upp þátt með hérna mögulega live audience. Já, ég vil gera það líka. Þáttu að vera hérna uppisandi. Já, eða sem sagt já, þetta ástu ekki ég er bara forvitinn hvernig það myndi ganga. Allir í símanu eitthvað. Ef við fáum hann á húsnæðið sem við erum í og þú veist, þá getum við kannski verið að riffa á áhærendur eða með áhærendur. Ég er að segja að þú veist, það er svona audience participation sem var eitthvað mjög skemmtilegt. Þurftum við samt ekki þá að taka það upp af því að þá eru komið svona. Jú, það er líka tekið upp. Já, þetta er allt tekið upp, ég meina performance, fattar þú? Ég held það. Eða þá menn ég, þú veist, video capture. Jú, video capture líka, já. Þetta fólk hefur gaman að því að sjálft sig á einhverju svona viðbörum og þannig. Já, ég er frægur, ég er á YouTube. Já. Það getur að skoða sig eftir 30 ár þegar YouTube.5 er komið út. Þannig að það verður spennandi, margar hugmyndir, við sjáum hvað verður næst. Hvað kemst í gegn? Já, það er alls konar í gangi. Já, hvað Bjarni nennir að gera. Já, nákvæmlega. Ég elska þetta. Ætlar að uppbæra þetta fyrir næsta þá? Þetta verður uppbært, já. Já. Right, cool. Ég ætla líka, ég er búin að vera að safna hérna hægt og rólega. Ég veit ekki hvort að þetta hérna Magga Mix dæmi sé að virka sko. Var til í að fá hann í þáttir samt? Nei. Uppistand? Fá hann og uppistandi? Hann veitur ekki að fá borga fyrir hans. Akkur vildi ekki fá þennan Magga Mix í þáttir? Það er mjög stál leiðileg persónulega að sé. Sammi is calling you out, Maggi Mix. Og Magga Mix heyrinn alveg brjálaður. Magga Mix herinn? Já. Það er svona her á fanbase. Allar að setja ost á fartöluna sína. Það var gott aðrið þegar maður misti hérna ostafranskarnar yfir. Love it. Herru, ég veit ekki hvort að við hérna vröðum einhverjum svípurum á þetta í posten. Jú, við reynum að hafa gaman að þessu krakka mínir. Ég meina þú, eftir þáttinn, þú getur bara tekið hljóðbúta af mér og láta mig segja hvað sem er. Ekki segja mér hvað að gera. Nálega. Já, þá lít ég út fyrir að vera gett fljótur að edita og klippa þetta bara on the fly. Frussa þessu, af því ef það eru hérna svíper fyrir þáttinn úr þættinum, það er eitthvað yfirnáttúrulegt, skilur. Já. Er það ekki? Já, ég er ekki að gera það. Ég ætla að vera hreinskilin, ég skildi ekki alveg hvað þú varst að segja. Ef hann að gera svíper fyrir þáttinn sem að er núna. Ég er að sökva. Nei. Það eru gott fólk. Takk hjá fyrir, ég vona að það haft gaman að þessu. Egill er farinn.
Yfir og út. Getur þú verið podcastast bara allir eru að hosta Við fyllum kannski ekki upp í potthólur eða förum út að borða á dýrum veitingastöðum, stunda jóga eða boccia, en við getum talað um það. Ég fyrir hann gömlu kynslóðunar, segjum nei